heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru Chess After Dark bræður sem að heilsa ykkur að þessu sinni. Í þætti númer, nú hljótu við að fara nálgast 280 Birgir. Já, 278 núna. Já, það fer að síga á 300. Það er rosalegt. Við þurfum að gera eitthvað skemmtilegt á. Já, þá hljótu við að halda hóf. Gerum eitthvað. Já, gerum það. Það væri gaman. Fyrir riddarana og fyrir þá fjölmörgu gesti sem að hafa vanið komið sína að hinga. Já. Við erum akkurat með eitt sem að hefur komið oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og oftar en þrisvar. Já, eitt sem við erum að endurheimta núna. Já, einn okkar allra besta. Brynjar Níelsson, samfélagsrýnir, spaugari með meiru og þetta fyrir alþingismaður og lögmaður. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Hvernig liggur á þig, Brynjar? Það liggur bara mjög vel á mér. Ég glaður að fá að komast í þátt eftir langt ég. Já. Það er mjög vont fyrir fólk sem er svona sjálfkvært að þurfa að vera lengi frá. Já. Mér langaði mitt bara að spyrja þig svona ofbunni spurningu til að byrja þáttinn. Hversu erfitt búið þurfa að vera að halda kjafti í 1 ár? Það er tekið á. Það hefur verið svo margt að gerast sem gaf manni tilefni til að stinga niður penni eins og var sagt. Ég þurfti að halda aftur af mér. Já. Það bitnaði bara á fjölskyldunni. Já, auðmingja hún. Varstu þetta ráðið dómar í byrjun ás í embætti héraðsdómara og ert núna meðal umsækjenda í embætti héraðsdómara. Varst ráðin tímabundin til 1 árs. Já, ég sótti bara tímabundinsetningu. Já. Og þá langar mig að spyrja þig hvort er skemmtilegra að lögmannast, ekki lögmannast kannski, vera dómari eða vera stjórnmálamaður Brynjar? Já, hvort það ekki nú skemmtilegt, sko. Þetta nú spurningum að gera ekki alltaf það sama. Ég var 9 ár í stjórnmálum. Það var ágættur tími. Ég hafði mjög gaman að vera í dómstólum. Þetta er svona starf, sko, það sem eftir að praktisera lögfræði sem gerði bæði því ég byrjaði eftir að hafa lokið prófi, þá var ég út í dómstólum. Síðan er ég 24 ára lögmaður. Síðan er ég 9 ár á þingi og svo er ég í ráðuneytinu í tæp 2 ár samtals í 2 ráðuneytum og svo fer ég í þetta starf. Það var mjög gaman. Það var bara gaman að vera hinum við borðið. Já, klart. Viltu íta mæknum að spyrja þess að nær honum? Já, spurning hvort þú getur ítt svona örlítið. Já, þarna. Þarna eru glæsilegir, fólk þarf að heyra þess að fallegu rödd. Já. Og hann er líka í mynd, hann er glæsilegur, nýkliftur og glæsilegur. Og er ég mynd líka, já. Ok. Fyrir hvern peningir hann úti? Já, ekki spurning. Við erum með kalda, það er janúar útsala. Já. Brugs með að þakka landsmönnum fyrir frábæra viðtökur af jólabjórnum. Enn eitt árið sem að hann slæðir í gegn. Já, við Brynjarum að draka leifarnar á honum minna. Já, og fyrir þá sem eru enn svolgnir í hann og vilja næla sér í seinustu dreggjarnar, þá er það 2000 krónur rútan af jólakalda meðan byrðir endast. Og það er milli 8 og 7, mán til 5. 200 kall stykki, sælas. Já, það er bara svoleiðis. En við ætlum bara að vaða í kjarna málsins. Nú að fara yfir. Og mér datt í huga að hafa Evrópusambandið bara að setja það á oddinn og hafa það í boði í Volt með þetta viðeigandi. Já, það passar. Allt sem þú þarft, allir geta pantað hjá finnska fyrirtækinu Geðuga og margir spyrja, þarf ég að vera með Costco-kort til að versla á Costco? Nei. Ekki? Nei, þú getur verslað bara. En Hagkaup, þarf ég að vera með Hagkaup-skort til að versla á Volt? Það er misskilningu líka. Nei, ok. Gott að vita. Þannig að það er Volt plus 490 kall en það er að koma að Evrópusambandinu. Bandinu. Nú er búið að staðfesta að atkvæðagreiðsla verði fyrir þinglok í vor, talað um 2-falda atkvæðagreiðslu, fyrst kosum áframhaldandi viðræður og svo hvort við eigum að fara inn eða ekki, kannski byrjum bara einni einfaldri. Af hverju ósköpunum er verið að leggja af stað þessa vegferð, Brynjar? Það er góð spurning, sko. Þetta er nú sama og stjórnin gerði 2009-13. Þegar allt er hér sko rjúkandi rúst og menn stóðu bara einhvers staðar í andinu í Landsbankanum og veltu fyrir sig hvað að gera, sko. Þá eyddu stjórnvöld, eða ríkisstjórnin, allir orku sinni í að reyna að tróða okkur í Evrópusambandið.
og breyta stjórnarskránni. Og gerðu hann einhverju sökudólki þessari alþjóðlegu bankakreppu. Núna farið í sömu vegferðina. Við erum að glíma hérna við háa vexti, við erum að glíma verðbólgu. Og þegar kosningarnar voru, þá var ekki talað það að við varum að fara inn í Evrópusambandið. Það var bara að berja niður vexti og verðbólgu, taka til í ríkisfjármálunum og svo framvegis. Nei, það bara strax á öðru ári á að fara í þetta. Og setja raunverulega allt í uppnám við þessar aðstæður. Atvinnulífið á niðurleið, atvinnuleysir aukast. Já, það svo að menn vilji einhvern veginn koma okkur í svaðið, þannig að eina leiðin sé að rísa upp sem að fara í Evrópusambandið. Alveg sama var 2009. Ég bara trúi því ekki að þjóðin sé að fara í þessa vegferð. Nei. Og ég menna, ég auðvitað í Sjálfstæðisflokknum, sko. Ég held allir sé búin að gleyma út á hverju hann var stofnaður, sko. Hann var nú stofnaður til þess að fara úr sambandslagasamningum og stofna lýðveldi. Það var tilgangur. Þess vegna heitir hann Sjálfstæðisflokkur. Og svo bara fullt af fólki og fer úr Sjálfstæðisflokkunum í Viðreisn til að fara inn í ESB. Hvað voru þau að gera í Sjálfstæðisflokknum upphæð? Sko, ég legg auðvitað bara áherslu á það að við séum sjálfstæð þjóð, stjórnum okkar málum sjálfum, út frá okkar hagsmunum. En þeir geta líka oft geta fallist í því að vera virki í alþjóðlegu samstarfi. Það allt annað heldur en að setja löggjafavaldið og framkvæmdavaldið meira og minna í hendur á fólki sem okkur algjörlega óviðkomandi og ég efast að okkar hagsmunum við mjög þungt þar. En það fylgta fólk sem trúi því bara allt í einu vextinni bara hverfi einhvern veginn við þetta og verðbókan hverfi. Jafnvel að bara verið fullt á húsnæði þetta. Það ekkert að þessu að gerast. Nei. En þetta verið að reyna að selja fólki. Alveg. En ekki bara fínt að allavega fara í þessar atkvæðagreiðslur og bara klára þetta mál eitt sinn fyrir öll? Jú, sko. Einhvern tíma getur verið ástæða til þess ef þá einhver ríkisstjórn séu flokkar sem eru sammála að fara þar inn. Ekki að vera að fara í einhverja aðildarviðræður með sko, flokkar ríkisstjórn sem sumir eru með og aðrir á móti. Það bara gengur ekki. Já. Það alveg svo þegar menn eru að kjósa búið til einhvern svona íbúalýðræði í sveitarstjórnum, kjósa hvort þeir að vera vestmiða hér eða stækka álverið sko, og leggja það bara svona hendur á íbúanum. Enginn að berjast fyrir því. Sko. Þú verður að berjast fyrir þessu. Þú verður að fara alvöru umræðan það og stjórnvöld verður að vera sammála það að fara að ganga þarna inn. Allt hitt bara, svo verður þetta bara eitthvað garg út á suður. Ég hef enga trú á það. Já, en náttúrulega Viðreisn og Samfylking eru líklega miklir áhugamenn að fara þarna inn. Það er kannski hans flokkur fólksins? Já, ég held að ég ekkert sé allir í þessu flokkuminsinni sko, sammála það. Sko. Ekki Samfylkingun, ég held ekki. Ég held að það sé bara margir tregið þar. Sko. En ég meina það þarf auðvitað, veist, ég ásvo bara með skilja hvernig með fólki dettur út í hug þegar maður horfir á þróun þessu sambands og hvernig það hefur þróast og í hvað átt. Það sem menn einhvern veginn sitja í Evrópu með stærstu löndin nánast orðið ósjálfbær. Það ekki verið kaupmættaaukning sem neinu nemur í Þýskalandi og Frakklandi alla þessa öld. Hagvöxtur lítið sem engin. Samkeppnishæfni þessar landa hefur bara daprast mjög. Og við þessar aðstæður að fara hann inn, ég veit það ekki mjög. Það ekkert að gerast. Það er ekkert að gerast í tæknifyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum, það ekkert. Einans við gera þeir hækka alltaf bara vexti, hækka skatta, setja einhverja reglur allt í nafni einhverjum mannréttindi eða eitthvað og svo og alls konar reglur sem hindra náttúrulega samkeppni líka auðvitað frá og svo bara setja einhvern veginn eftir og þetta lítur fyrir mig og svo bara einhver svona þokkalt vistheimri sem gaman að heimsækja því að það mörg menningaríki þarna innan sko. En það er ekkert að gerast. Nei. Það er engin dýnamík, það er ekkert. Nei. Þetta er ekki framtíðins, mínum huga. Nei. Hefur ágjör af því að því hvernig fór fyrir kísilverinu í Helguvík, hvort það sé einhver fyrirbóðum það sem koma skal kannski af hálfu Evrópusambandsins nú þarf við sjáum að heimurinn virðist vera að færast í þá átt að þetta þeir sem eru ekki með og
Já, ekki lengur þessi alheimsvæðing sem að var. Ef þið vilja að loka síni tollabandalinu því, þá bara gera það. Ég meina, ég segi bara það hljóta að markaðar annars staðar. Já. Ég meina, svo menna alveg, sko, argandi við Trump tollunum, sko. Hvað hann að gera? Hann ekkert að gera annað heldur Evrópusambandið hefur verið að gera. Og og Evrópusambandið hefur ekki bara verið með hærri toll á ameríska vörur, heldur bara líka verið með þessar svona alls konar reglu sem gerir verkum að ameríska vörur er erfiðar með að komast inn. Þannig að ég hafði enga saman með Evrópusambandinu í þessum tollum Trump, sko. Nei. Það er bara að horfa í eigin barm. Nei, en það er kannski líka eins og leifunefnir er að þegar ESB ákvað að setja tollan á okkur, sko. Það var ekki fallið að gert það. Þá var lítið gagn í þessu innra markaði, sko. Já, einmitt. Var það einmitt haldið að maður væri sloppina því að væri mjög, sko? Nei, það er ekki í sjálfum sér, sko. Ég held að menn þurfa alveg að bara hugsa þetta upp á nýtt og ég held að það þarf að hugsa hann EES-samning alveg upp á nýtt. Hann dugði okkur mjög vel og var mikilvægur á sín tíma. Ég er ekki vissum að sé eins mikilvægur núna. Sko, eitt sem ég er að pæla, burt sér frá viðskiptum og annað, þá velti ég fyrir mér, sko, hvort að stjórnarflokkarnir og kannski okkar ástkæri utanríkisráðherra, sem er góð vinkona okkar og góð vinkona þáttarins, sé einhvern veginn að nota sér dálítið, við munum tala utanríkismáluna eftir, en svona kannski smá að notfæra sér hvernig það er óvissa núna í heimsmálunum og segja, já, viljum við ekki halla okkur að Evrópusambandinu? Jú, þess vegna er verið að reyna að drífa þetta af. Og en menn þurfa enga sér að staldra við og velta þessu mjög vel fyrir sér. Ég held að menn verður einfallega að meta þetta alls saman upp á nýtt. Það er bara það mikla breytingar í þessu alþjóða kerfi og við þurfum bara eiginlega að hugsa þetta allt upp á nýtt. Ekki rjúka til bara einhverju taugaveiklunankasti. Ég er svo örla á svo mikil taugaveiklunankasti út alls saman núna. Já. Sko, nú ert þú aðeins eldri en við. Þegar þetta var í gangi lítið. Já, aðeins örlítið eldri. Eins og tala Jóhannustjórnina 2009-2013. Sko, var það ekki svona helsta umræðumáli, hvað er þið með sjávarútveginn hérna ef við förum í ESB? Jú, ég meina við höfum ekki yfirsjónn á honum og ekki landbúnaði heldur og ég meina ef þú vilt vera bara einhvern lítið hér að það fylki í Evrópu ég meina, af hverju vorum við eiginlega að fara frá Dönum á sín tíma? Einhver sem töldu það bara væri glabræði bara vera með þeim hagstæða sér okkur en það er eitthvað sem gerir sko, þjóð að þjóð og fólk vill fá að stjórna sér sjálf og gera allt í samræðin bara við hagsmuni þjóðarinnar hvað heldur að hagsmunir okkar vegið þundan trúa með því eitthvað fá sæti við borðið verður það góðu, ég meina einu sem að gerist að þenn út kerfið ennþá meira og ég held að gróðina þessu eða það sem kann að gagnast okkur þessu sé bara miklu minna og ég er alltaf haft meira og meira efasemtur að vera på sambandi, bara eftir því sem ég lifi lengur Sko, af því að við kölluðum nú samfélagsrýni hérna í byrjun sem þú ert svo heldur betur hvernig heldur, sko, Sigmundur hefur talað og hún finnst ósanngjarnt hvernig stjórnarflokkarnir ætla að gera þetta með þessu tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu, fyrsta kosningin á að vera eigum við að halda áfram að halda verðarnar og svo kosið samningin hvernig, svona, sem samfélagsrýnin Brynjar, hvernig heldur þetta muni fara? Hvað heldur að þjóðin standi? Já, ég meina þjóðin væri alveg vísilega að vilja fara í einhvers konar aðildarviðræður af því það er búið að blekkja með það að sé verið að kíkja einhver pakka á því sem einhver samningaviðræður einu samningarnir sem við erum að ná er bara hvernig við aðlögumst sambandinu hvað fáum við langan tími í það og svo framvegis þetta er enga samningaviðræður og þannig að það má vel vera að segja einhvern veginn að tala fólkinu og það já, við skulum bara samþykkja það að fari aldrei svo þegar það er viðræðum með lokið allir að samþykkja þetta ekki og þá get ég bara breytt afstöðu minni, ég ætla bara að sjá þetta Já Ég getur vel verið að það gerist, ég bara vona að það gerist ekki. Já, mikið tala um að segja ekkert hægt að kíkja í pakkan. Það er ekkert að kíkja í neitt. Þeir eru búin að segja það sjálfur. Já. Sögðu á sínu tíma, stækkunarstjórinn, er på sambandinu. Þeir segja það bara beint, það er ekkert að kíkja í pakkan. Við erum bara að ræðum það
hvernig aðildin verður full. Já. Það eru þessar viðræður. Já. Þetta er ekki flóknar en það, þetta er bara afgreitt mál. Já. Og við ætlum að færa okkur í það næsta. Já. Þetta verður heldur spennandi samt sko, þegar þetta fer á stað. Þá meni þegar atkvæðagreiðslan fer á stað. Já, ég, sko, að þið talar að örli á því að þeir sem sagt, að sé að flýta sér eitthvað, sko. Þetta er ekkert komið á stað samt, eða hvað? Já, ekki hugsa að gera í haust. Jú. En ég bara, ég býð eftir að, já, akkurat, en ég býð eftir að áróðsvildunar fara á fullt, sko. Já, en þeir náttúrulega töluðum í stjórnarsáttmálanum sko fyrir lok árs 2027. Rétt. Og núna í janúar 26, þannig að þetta er, sko ég ætla að viðurkenna það, þegar Guðlaugur Þór, góðun þáttarins, var hérna hjá okkur í haust, þá var hann byrjað að tala um þetta og ég hugsaði bara svona, okkur er alltaf að tala um Evrópusambandið, það er ekki annar að tala um það. Svo bara quiz bang boom, allt í hennu mætið Þorgeir í frétnar og... Já, það er þegar Gulli veit alveg hvað er að gera, sko. Já, hann veit alveg taktíkinu, hann þekkir þetta, veit alveg hvað þau eru að reyna að gera. Já. En málið samt er það, ólíkt Sjálfstæðisflokknum, þá er þetta verkstjórn sem lætur verkin tala, fyrir bara beint í sjávarútveginn og fer hún í ESB. Já. Eða hvað? Já. Þau lofuðu því, það verður verkstjórn. Þeir lofuðu mörgu öðru, sko. Já, við erum að fara við það. Við ætlum við í störf ríkisstjórnarinnar í boði Íslandsjóða. Ég hef með 2 áramóta heitt þetta árið. Annars vegar að sofa betur og meira og reglulegar og hins vegar að fjárfesta betur og meira og reglulegar. Já. Og það er akkurat það sem ég vildi fjalla hvað Íslandssjóði varðar. Fyrir þá sem eiga eftir að taka fyrsta skrefið að fjárfesta í sjóðum getur hentað að skrá sig í mánaðarlega áskrift, engin kostnaður og 5.000 krónar lágmarksfjárhæð, sparaði meira árinu 2026. Já, það er mjög gott áramót. Og það kom manneskja að tala við mig fyrir ekki svo löngu og var að spyrja mig hvort að sjóðir, Íslandssjóðir, þetta væri fyrir fyrirtæki að fjárfesta í. Nei. Þetta er bara fyrir einstaklinga sem að vilja dreifa áhættunni. Þetta er bara, nóg það, af því við ætlum að fara okkur í stjórn ríkisstjórnarinnar. Kynni ykkur Íslandssjóð.is. Rétt, Kristján Frosta búin að starfa í rúmlega 1 ár. Og Ríkissjóð Kristján Frosta, já. Já, rétt á þér. Og hún er búin að starfa líka, vissulega. Takk Birgir. Staðan í dag er svo að verðbólga hefur ekki verið herri í langa tíma og atvinnuleysi hefur ekki verið herra frá því, á tímum COVID. Sem er eiginlega ekki margtakur tími, sko. Nei, einmitt. Nei. Hvenær fyrir planið að virka og er það kannski að byrja að virka bara? Nei, sko það er engin merki þess, ef þið bara skoðu síðustu fjárlög, það er engin merki þess að menn sé að slániðu vext og verðbólgu með sleggju. Atvinnulífið svona koðnar rólega niður, eins og hefur tilhengst að gera í stjórnum, sérstaklega að það lifa lengi. Og hérna, sko það er mjög gaman að hlusta á Kristrúnu, sko, bæði í kosningabaráttunum og núna. Allt sem hún segir bara rökrétt, bara skynsum, þetta er allt rétt, já. Svo gerum við bara allt annað, sko. Það er mjög skott hjá hann, við erum ekki að fara að hækka skatta, þetta var ennilegt fólk, og fórum mjög skakt í þessi veiðigjöld en allt í lagi og miklu hraðar heldur hún sagði, við gerum þetta bara rólega og samráði og látum þetta mjalla og sjá hvernig það mun virka og svona, nei, þar var eina sleggjan, sko. Hún var notuð þar, sko. Sem allir vita að mun ekki gefa ríkissjóði meiri fé. Sko, eitt sem mér langar að gripa þannig bolt á lofti, þetta eiga að vera 7 milljarðar, þetta mun endi í einhverju miklu minna sem við talaðum. Sko, bara kostnaðurinn við þetta aukna atvinnuleysi er 8 milljarðar, sko. Já, en málið er bara það sem gerist þú leggur svona hækka gjöldur svona mikið. Fyrir utan, sko, venlega skatta á tókuð bara 3/4 af öllum tekjurum í auðlindagjald, sko, og svo er þetta hækkað. Þetta gerir það alltaf verkum að svona millistólu fyrirtækin fara bara detta út, sem er ekki tilgangur. Og stærri fyrirtækin, einu sem gerist er bara að draga fjárfestingu, sem er auðvitað mikið fjárhagstap fyrir ríkissjóð. Þeir taka hvert einski sem hreyfið og kaupið eitthvað tekur ríkissjóðu sitt, sko. Þetta mun bitna svolítið á svona íþróttafélögum og svona björgunarsveitum og svona almannahagsmunafélögum. Og endanum, sko, held ég þetta sé ekki til góðs, en ok,
þeir lofuðu þessu og þjóðin alveg kaupið þetta og var alveg bara opbóðslega Þetta er vinsælt mál. Algjörlega ásvalega glöð, hún heldur hún sé að fá eitthvað sko. En hún auðvitað ekki að fá neitt sko. Og svo enda bara þjóðin finnur alltaf heyrðu bara það er erfið að fá vinnu að við fáum minna fyrir peningin, verðbólgan heldur áfram og við höldum áfram borga háa vexti. En við vorum ásvalega glöð með þessi veiðigjöld sko. Og svo náttúrulega skattleggjaðir einstaklinga líka og alls konar gjöld og þetta er allt annað heldur hún segir sko. Þó að ég hafi heilmikið viti í kristun og ég get alveg unnið með henni sko. En málega það hún er bara ríkjóð sem er að gera allt annað heldur hún segir og mér finnst og verkstjórnin í þessu hver hleypur upp einhvern veginn utanríkisráðherra hleypur upp og svo Inga út á suður og allir út á suður ef ég væri forstjóraður í hennar stöðu ég væri bara farin á taugum sko, ég væri bara komin á deild og ég held svo erfitt að stjórna þessu og ég veit ekki hvað þetta gengur lengi og og ég held, hún kemst ekki upp með að enda að segja bara eitthvað skynsalegt og svo gera alltaf eitthvað annað sko. Enda að segja fólk, við nefnum ekki hlustaði lengur sko. Nei, sko talandi reyndar Evrópusambandið, við erum ekki að tala beint Evrópusambandið en sko við veltum fyrir okkar þegar við tala flokk fólksins á hann heldur að aukin umræða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB muni mögulega gera út flokk fólksins á þessu ári bara? Ég veit það ekki sko, það er þetta fullt af fólki sem hugsa bara, þetta fólk er að berjast fyrir mig og þeir eru bara að lofa mér þessu og ætla að gera þetta fyrir mig. Fólk er ekkert að horfa á heildarmyndin. Fólk hugsa ekkert það, já bara ef verðbólgan fer ekki niður og fer kannski bara upp. Þá er lítið gagnið þessu 400 skall eða hvað sem er. Þú veist, þetta eru raunverulegi populistaflokkar sem tala svona og lofa bara einhverju svona og sem er engin innistæð fyrir. Og þegar eyðir alltaf meira heldur en aflar þá bara heldur verðbólgunni uppi og einhverjum. Þetta er alveg sama sko, fólk átt að segja það eru 3 lykil þættir akkur verðbólgan og vextir sem háir. Það eru auðvitað fjármál ríkisins eyða umfram efni. Það er líka lóðaframboð. Það sem hafa verið sko algjörlega sofandi á verðinum, sérstaklega í höfuðborginni. Og það sem hefur verið byggt hefur verið mjög óhagstætt fyrir bara venjulegt fólk sem er að stofna fjölskyldu. Ekkert að þessu fólki sem er að stofna fjölskyldu er að reyna að stofna fjölskyldu. Gangi hjónaband eða sambúð og eignast börn. Það kaupir ekki þessi eigni sko. Nei. Það standaði bara tómar. Standaði bara tómar, svo segir við erum bara byggt til mikið sko. Allir vissu þetta þýtti ekki að gera þetta svona. Og þetta bara þýði það að þetta litla frambúð keyri verðið upp. Og svo hafa líka keyrstað upp með að bara krefja svo mikil mikinn pening fyrir hverja lóð. Þannig að þetta varðar ekki bara höfuðborgarbúa heldur, varðar auðvitað alla landsmenn. Og svo er þriðji þátturinn auðvitað þegar alltaf er verið að knýja fram hérna launahækkanir umfram sem útflutningsgreinina bera. Þá bara leggst þetta bara alltaf á. Og ég veit ekki, svo kannski halda með þessi bara lustin farin í Evrópusambandið. Evrópusambandið breytið þess ekkert sko. Ef þú semur hærri laun heldur útflutningsgreinina ráða við, þá verður bara alveg verðbólga alveg þú sett inn í ESB. Það verður hærri vextir. Endur vextir mismunandi í Evrópusambandslöndum. Þannig að það er eins og við búið að blekkja fólk bara að segja, tökur einhver dæmi, einhver samfélagi sem sko ekkert er að gerast, atvinnulífi í lamasessi og þar að leiðandi lágir vexti sko, það er ekkert að gerast sko. Og segja bara, já, ef við fyrir þá fáum við lága vexti. Það er ekki þannig. Nei. Það er svolítið erfitt að ræða þetta fólk bara er farin að trúa þessu, þetta sé bara leiðin. Og þegar við erum að tala ennþá alþjóðasamstarf, þá langar við líka að koma inn á að við vorum að tala sjávarútveginn áðan og hvað áhrif þessi blessuðu veiðigjöld hefðu sérstaklega á þessi millistóru fyrirtæki og síðan á nýsköpunina og annað. Samkeppnisefni fyrirtækja. Já, akkurat það og mér langar að það því að þetta var flottur leiðari hjá honum Þorsteini Má daginn, það sem var að tala kolumnskjöldin sem hafa snarhækkað á íslenska sjávarútveg síðust ár og við hefum nú fengið fjöldan allar af sérfræðingum hingað í þáttinu til okkar sem tala það og benda réttilega á það að við erum nú bara klettur út í Atlantshafi sem þýðir það að við höfum engar annar kosta völun að nýta flugumferð og sama með skipin okkar og það er engin
ekkert annað eldsneyti fyrir svona stór skip en bara olja eins og staðan í dag. Þannig að þú veist, kolefnisgjaldið sem að hlýtur að vera ætlað sem einhver hvati til þess að finna aðra lausn missir einhvern veginn marks. Þetta er bara eitthvað heimatilbúið rugl. Þetta er merkilegt sko og mér fannst að taka svo gott dæmi sko að því að íslensku skipin sem að sigla á alþjóðlega hafsvæði til að mynda til þess að veiða kolmuna þar sem kannski skip frá 10 löndum samankomin til þess að veiða kolmunan og þarna launarhlutfall íslenska uppsjávarskipa 35% á meðan 10-15% í Danmörku og 25% í Noregi sem þýðir bara það að við reyðum okkur á nýsköpun hérna til þess að vera samkeppnishæf af því að öll seljum við fiskinn á sama markaði þetta er bara sama afurðin sko það er ekki sem heitir íslensku fiskur, það er bara fiskur þannig að til þess að vera samkeppnishæf þá þurfum við að vera með þessa nýsköpun og þegar þú ert að hengja myljusteininu sjávarútveginn með skattahækkunum eða leiðréttingunni. En svo ekki leiðrétting, það var skattahækkun. Já, svo ertu með sama með kolefnisskattin. Hann bendir á það að það er enginn á þessum löndum sem að ég taldi hérna upp sem að greiða hennar kolefnisskatt heldur og ef þau að gera þá ríkið að endurgreiða til að mynda í Noregi, sko. Þannig að... Já, ég meina, vestavið þetta gerist bara okkar vakt, sko. Já. Líka. Já. Það var hérna... Og það er bara fullt af fólki sem trúi því, sko, menn tengið alltaf svona, fara að tengja þetta mannréttindu líka, sko, ég er bara rétt að heila mér loft og eitthvað svona. Og eina sem við gerum að við bara setjum íþyngjandi kvaðir á atvinnulífið, þegar smátt og smátt verður síður samkeppnishæft og smátt og smátt munum kjöra okkar versta. Það er svo einfalt. Já. En við erum í svo miklu dyðarskreitingum eins og Evrópusambandið hefur verið sjálft, sko. Setja eitthvað svona reglur á atvinnulífi sko, svona umfram samkeppnisþjóðirnar að því það er bara einhvern þáu mannréttinda eða eitthvað sko og svo bara vöknum við upp einn daginn að við erum bara einhverstaðar út í móa sko. Sko eitt sem ég langar að sem ég hjói sem að tala um fjárlögin það er eitt sem ég erst áhugað sko Þetta eru nú þeir flokkar, sérstaklega allavega Samfylking og Viðreisn sem að töluðum að þeir mættu hingað fyrir kosningar og líka bara í þingsal hvað væri mikil óstjórn í ríkisfjármálunum og þau ákveðnum að bæta aðeins í 128 miljardar. Pítur var ekki síðasta ríkisstjórn svo ömurlega því hún eitthi svo miklu peningum en þeir ætla að gera gott betur. Ég sko það var engin óstjórn. Sko menn verða aðtúa það fyrir ríkisstjórnin tekur COVID í fangið. Það var pólitísk samstaðan það að landsmenn héldu sínum kaupmætti. Við tækjum bara lífskjörn að láni og tröppuðu það svo niður. Þetta var búið. Svo fengum við ekki bara COVID í fangið, þetta líka Grindavík sko. Og það tókst mjög vel. Og hallin var þó ekki meiri þetta og varði ekki meiri hluti af sko, skuldir ríkis og var ekki svo mikið hátt hlutvall sem hefur önnur lönd, þrátt fyrir þetta. Það var bara vegna þess að ríkisstjórnin 2015 ákvað að greiða náttúrulega skuldirnar í staðan fyrir að eyða þeim peningum sem fengum út í sildabúðunum eins og vinstriflokkarnir kröfðust á þeim tíma, mér er alveg búin að gleyma þessu út fólk kannski veit þetta ekki og hefðu við nú farið þá leið hefðu nú verið vinstristjórn 2013-16 þá hef ég ekki viljað sjá hvernig við ætlaðum að glíma við COVID sko. Nei. Þannig að sko, menn þarf að horfa til einhverju samhengi og svo beraði saman og þau sé að fara að taka einhver til þegar fyrir ríkisstjórn er búin að vera með COVID og Grindavík og herðunum að reyna að halda hérna lífskjörunum óbreyttum. Svo koma þau, já, við þurfum að sleggja og gera ekki neitt. Þegar tækifærið er til þess núna, við erum ekki að glíma við þetta. Sko. Nei, svo var að koma hérna og segja, já, það er bara fyrir ríkisstjórn, það var bara rúst fjármálið þar, af og frá. Og ég var nú í fyrri vissistjórninni, með VG, það var ekkert svoleiðis sko. Eina sem var pirraði mig þá eða tvennt sem pirraði mig þá var það að hérna, þessi kolefni skattur sem við vorum að gefa eftir samningu við VG sem var þeirra ær og kýr þeir bara héldu að jörðið væri að farast fríar skólamáltíðir eitthvað svona og síðan það að við skildum ekki ná einhvern veginn að hafa stjórn á landamærum og við lendum, það bara náðust ekki með VG það var bara ekki hægt og síðan þetta áttar Kristus og því að það þykir að fara í kostingar nema að segja já við þurfum að gera þetta og gera þetta og hérna og segja já sjálfstaflokkur náðu þessu ekki sem með sína dómsmálar á þeirra og við ætlum að gera þetta sko svo talaðu það en svo er ekkert gerst í því sko Það er ekki Viðreisn eitthvað það er ekki ennþá komið sko Nei. Það er búið að tala mikið um það Já,
ég held að bara fylgja ekki hugur máli. Þeir hafa enga sérstakann áhuga á því. Ekki frekar en þegar voru stjórnarandstöðu okkur, sko. Nei. Þegar við vorum að reyna bara smábreytingar, svo kom einhverju vita á þetta. Þá risuðu öll út, upp á afturvætnar, ekki síst Viðreisn, sko. Sjöstrand leggjaðu þetta gríðarlega mikið upp úr sjálfbærni. Já. Og ég ætla að koma með smá móla fyrir ykkur. Ok. Smá, mætti segja kaffimóla í Hilki jafnvel. Ekki Espresso Kiss og ekki Yumi Lungo bræðtöndina frá Sjöstrand heldur öðruvísi móla. Já. Af því að þeir eru að bjóða núna og hafa raunar gert lengi viðskiptavinum að skila inn gömlu Hilkjavélinni sinni og það þarf ekki að vera Sjöstrand, það má vera hvaða merki sem er. Já. Og þá færðu 12.000 króna inneign upp í nýja Sjöstrand kaffivél, alveg svolítið skínandi fína, getur verið krómu, getur verið mött, getur verið klassisk. Þannig að þú sér það. Þeir leggja mikið upp úr sjálfbærni þar. Já, ég segi bara að tala áramótaheiti. Ef ég er með 1 áramótaheiti þá er að drekka meira Sjöstrand kaffi í ár 2026. Já, það er þitt áramótaheiti. Já. Það er skemmtilegt. Þetta er áhugavert. Já, menn þóru einhvern veginn að átta sig á þessu samhengi í þessu, sko, hvernig það var. En það var eitthvað, til lögu, þeir sem eru búin að brjóta af sér, það má senda það út og var ekki eitthvað sem var gert? Já, við gerðum heilmikið við Jóni Ráðundur, náðum svo kom Guðrún og náði vegna þess að þá var auðvitað vafki að búin að átta sig á því að fólki í landinu var ekkert meira með þessu rugli, sko. Og Kristrún átta sig á því. Og þess vegna breytir hún algjörlega stefnu hjá Samfylkingunni. Og ég veit að það eru margir fúlir, sko. Já. En hún er bara með pottlokki ofan á ennþá, sko. Af því fylgið er mikið, sko. Já, talandi að fylgið sér mikið. Sko, langaði að spyrja þig, sko, bara að því að ríkisstjórnin er að halda velli og það er örugglega bara út af vinsældum Kristrúnar Frosta. Hvað heldur þetta muni duga lengi ef við spyrja á þessum samfélagsrýnir? Það dugar ekkert mikið lengur ef aðgerðin er allt annað þetta hún segir. Já. Og árangurinn síðan engin, sko. Árangurinn er engin hjá þessu ríkisstjórn á einu ári. Engin. Nei. En það getur sagt, ok, við erum að gefa þeim lengri tíma. Já, allt í lagi, gefa þeim lengri tíma. Einu sem við sjáum bara er bara mjög aukið atvinnuleysi. Svona, ég meina, verðbólgan er ekkert að fara niður, sko. Nei. Og það er leiðandi að fara vextin ekki niður. Þú var að tala þetta kílómetragjald segja að fara að hekka verðbólguna ennþá meira en fólk gerir. Já, þetta kílómetragjald var nú í fyrir ríkisstjórn líka, sko, og svo náttúrulega spurt hvernig þetta er útfært, sko. Ég veit ekki hvort það hefur áhrif á þetta, en ég er bara einskott að þessi ríkisstjórn er ekki að glíma við kjarasamninga, sko. Einskott, mér langar að spyrja þig, þetta eru 3 flokkar, ríkisstjórn, Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins. Hver eru staðið sér best og hver eru staðið sér vest? Ráðherrunum? Nei, hvaða flokkar eru, já, eða frekar kannski bara ríkisflokk, eða stjórnarflokkarnir? Nei, það er erfitt að meta það, ég meina... Hver er sáttastur? Ég átta mikið á því, sko, ef ég væri verkstjóri í þessari ríkisstjórn, þá væri ég ekki mjög sáttur, sko. Nei. En þeir eru alveg bara, massíft að tala sig upp, sko. Það er alveg bara skipulagt alveg út alla miðla, sko. Já. Að þau eru að gera frábært og jafnvel taka þessi fyrirríkstu gerði og setja það á sig eins og þegar þau eru að gera eitthvað svona stólnar fjæðrir, sko. En svo þegar menn fara að rýna í þetta, þá hafa það ekki gert. Nei. Þau náðu þessu veiðugjöldum og sem þessi útlæð, sko, that's it, sko. Já. Og sem ég held að hafi verið, sko, raunverulega slæmt. Og verður það til lengt tíma litið. Já. En verkstjórn, ég held bara algjört ónefni. En þau alveg bara dæla þessu út í fjölmiðluna og gaman að sjá bara sem fjölmiðla sem eiga nú að vera að veita, sko, stjórnvöldum að það, sko. Já. Þeir fjalla bara stjórnarastöðu, sko. Ertu að tala dagblaðið? Það var fór rúf. Já. Þetta er alltaf einhver málþór stjórnaranstöðuna og eitthvað stjórnaranstöðuna og ég held að DFF gerir bara ekkert annað heldur en að tala stjórnaranstöðuna. En kannski er það stjórnaranstöðuna að kenna að þið fengu ekki meiri gegn út af málþóru? Ég skal segja það, ég var á þingi í 9 ár. Ég var á þingi í 9 ár. Og svo allt í hérna fjölmenn allt í hérna fjallum það eins og bara málþór var eitthvað nýtt. Þetta var hverju einasta vori, hverju einasta desembermánuði. Já. Alla mína tíð. En munurinn á því þegar við vorum í ríkisstjórn að við sömdum en þau ákvaða sem ekki neitt. Já. Það er eini munurinn.
og við bara að gefa þetta fullt af málum. Ég var eins og þetta að semja þinglok fyrir meirhlutan einu þinginu vegna þess að formaður þinglósi ég var í stjórnþinglósis og formaður þinglósi var starf ellendis og varaformaðan Gulli var einhver stað líka ellendis eða eitthvað. Það lenti á mér að semja þinglokin. Sko. Þannig að ég veit alveg hvernig það gengur fyrir sig. Sko. Já. Og við þurfum bara að taka bara fullt af málum. Og taka önnur mál sem einhvern veginn svona stjórnarandstaðan gat sætt sér við. En svona öll hörðu málin var ýmist samið það að bíða með þau fram yfir áramótin eða bíða fram á haustið. Það bara gerðu við það. Frekar hafa málþóf inn í sumarið inn í jólin. Já. En það var ekki myndinu núna. Nei. Og svo tala menn bara eins og þetta bara fullt af fjölmiðlafólki bara já, bara hræðrætt og bara þjóðin vill ekki þetta málþóf. Það er eins og þjóðin hafði þetta orð áður sko. Nei. Þetta var alltaf málþóf. En þetta var Ísland með í málþóf. Já, það vegna þess að stjórnarmeirihluti gaf ekkert eftir. En við gáum alltaf eftir þess að voru metin ekki slegin. En þarna hugsaði maður, bara vegna þess að umtalið og umræðan umfjöllun í fjölmiðlum var allan tíman einhvern veginn í óþökk stjórnarandsstöðunar. Það var alltaf verið að tala einhvern veginn vonda stjórnarandstaðan sem þetta málþóf. Og maður hugsaði að það bara stjórninni í hag að halda því gangandi að einhver leiti. Hvernig var það á þessum tíma? Var það eins? Hefði það raun og veru bara verið skaðlegt sko, út frá fjölmiðla sjónarmiði og orðspori? Nei, ég meina við hefðum alveg getað leyft að tala fram yfir 17. júlí sko. Já. Júlíka málunum. Og þingfundur á laugardögum og sunnudögum. Já, við hefðum alveg getað gert það sko. Já. En það var ekki neyndu gangs. Við gáum bara frekar eftir, náðum þá einhver í staðinn og þá fleiri málum. En þau voru bara með eina mál. En málþófið þessu máli skilaði þó árangrið. Þau þurftu að laga þetta var svo illa undirbúið. Já, þeir lögu þetta aðeins. Já, þeir lögu þetta aðeins, þetta var miklu verra, en allavega keiri gegn, þannig að málþófið var þó ekki til einskis. En það bent á, og það var mikilvægt að benda á þetta. En ég meina, ég var náttúrulega satt í forsetastól, sko. Ég var heilu næturnar þegar voru í málþóf út af einhverjum smámálum og ég tala ekki öllum breytingunum í útlendingalögum, allt bara málþóf endalaust. Við vissum að það myndi aldrei nást. Þó þessar litla breytingar. Klárt, til að slúta þessu, þú kannski svarar þessari spurningu á hann, Sigmundur Davíð Hákonum daginn í mjög góðan þætti sem við kvættum allar til að taka. Þar spurðum við hann, að því að við vorum einmitt að hrauna yfir þessa ríkisstjórn og tala hvað var umöðulega og hvað, en ég spurði hann sko, hvor er samt verri, þessi ríkisstjórn eða síðasta? Að því að einhvern veginn eiginlega allir saman að síðasta ríkisstjórn hafi verið léleg og... Já, ég er mjög undan á því, sko. Já, mér finnst meira þess að sjálfstæðismenn talaði hann, sko. Já, en sko, hún var lélega því leitinu til og sérstaklega fyrir okkur sjálfstæðismenn var það að þegar við endum nýjum þetta 2021, það var sjónarsallan, þá voru sko stóru áskoranir, orkumál og landamæri. Sjálfstæðismenn máttu vita það, þeir fóru í það samstarf. Því það voru áskoranir eftir 2021. Máttu vita það að þeir myndu ekki ná árangur með afgið því. Þess að til þetta hafi verið risamistök að framlengja. Við hlýsum á því sem við stóðum frammi fyrir. En ég menna að þessi ríkisstjórn gerði hins vegar mjög margt gott. En þegar svona tvö stórmál sem voru mjög þungi á þjóðinni náðu sér ekki gegn á þessum tíma, þá fá menn á sig alla guðsuna sko. Já, var þetta ekki líka bara að því að fólk er fljótt að gleyma sko, alveg eins og þegar Dagur B. King Dagur B. eins og við köllum hann fór úr Reykjavíkurborg sko, sem við erum að fara í á eftir, þegar Katrín fór þá var þetta allavega officially búið, eða ekki? Jú, ég meina þú verður áttað á því að svona ólíki flokkar sko, menn verður átt að sjá hvers konar flokkur VG er og forsögu hans sko. Þetta eru bara gamaldags sko sósíalistar. Já. Og og eru bara móti öllum einkarekstri í grunninn. Mestarlega getur fallist á sko hárgreiðslustofuna og hornin og stiftuðustofuna. En kannski ekki. Valla sko. Helst ríkisreikinn. Og það var alltaf sko, þau fengu stingi í hjarta, meira að segja margir í samfélkingunni, bara hvern einskiptið þegar við ætlum að saman einhverja stofnun eða leggja einhverja niður. Það var eins og að rífa úr þeim hjarta. Og þetta bara einhvern veginn svo ríkt í þeim og alltaf verið að agnósa í atvinnulífið. Alltaf látið talið þannig að sko atvinnulífið sé sko andstæðingur okkar ekki svöst. Við erum þetta bara hluti atvinnulífið, við erum starfsmenn,
Þetta eru eigendur og starfsmenn sem búa til þessi verðmæti. Alltaf verið að láta sko fyrirtækin sé óvinur fólksins. Þetta eru sameiginlegir hagsmunir. Ef fyrirtækinu gengur vel, þá fæ ég hærri laun. Þetta er ekkit flókið. En það er þessi ríka andstæða við allan einkarekstur. Auðvaldi. Þið heyri allar þessi umræðu komin upp aftur. Og meiri segja í samfélkingunum öllu. Þetta er bara, það er þetta óþol, leiðu einhver með öflugt fyrirtæki, það á hann eignir sem eru verðmætar. Þó þetta sé ekki allt í peningum, kannski bara í bréfum. Já, 1% þjóðarinnar á svo mikið, sko. En það er ekki þannig, sko. Lífeyrissjóðirnir eiga þetta langt mestu leyti, sko, sem eru við. Já. Og það er hvergi annars það eins lítið einkaframtaka eins og hér, sko. En það er samt jöfnlast endalaust í því, sko. Já. Og það er bara, menn get ekki sætt sig við það, einhverju engaðilar eigi öflug fyrirtæki. Já, og það gengur vel hjá öðrum. Gengur vel, þá eiga það svo mikið. Svo mikið verðmæti. Já. Þetta er auðvaldi. Sko. Já. En eina auðvaldi í landinu í dag er auðvitað lífeyrissjóðir, sko. Já. Ekki sækæfati, sko. Nei, það er rétt. Flestu þeirra eru bara að berjast í bökkum, sko. Já. Og þeir sem eru ekki að berjast í bökkum hafa bara fjárfest vel og eru að græða á öðru og jafnvel fiskuðum í öðru löndum og svo framvið, sko. Já. Klart. Ef við breytum þessari hugsun ekki á þjóðinu, þá endaðu við illa, sko. Já, ég held að vera erfitt að breyta þessari hugsun tímiður, sko. Já, við erum að reyna þenn. En við ætlum að færa okkur í sveitastjórnarkosningarnar. Já. En við segjum ekki alveg skilið við einkaframtaki því að mér langar nú bara að hampa smárikinu sem er í þessum tölu orðum ódýrasta ríkið. Já, nú út með lögfróðamann hérna mótið þér. Já, Bælind, Fellsmúlir, Hundbær og Miðhraun og það er oft hlutskipti einkaframtaksins að færa mörkin. Já, sammála því. Og við erum hérna að fá bættan hag. Annars verðum við ennþá bara með ríkisútvarpið. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Og þeir eru opnið lengur og þeir eru ódýrari og þeir eru að gera þetta fyrir fólki í landinu. En við erum einnig með grillmarkan. Já. Tómahawk 50 dagar, þeir eru mættir aftur. Og það er 50% afsláttur. Sælar. Það er alveg 50 dagar og steikadagar, allan janúar 2026. Svo janúar tilbúið 8 og 9 þryggja rétt, takk. Já. Ég er að fara þarna mánudag. Já, menn þú ert að tala um bara kíló af Tomahawk steik, fytusprengt sem gefur sko, þetta er 8 og 9 sko, þryggja rétta. Já, það er janúar tilbúið sko. Já. Tomahawkin er reyndar að 50% afsluti hana. Já, ég reyndar ekki með nákvæmt verða henni en svo ertum við þryggja rétta 8 og 9. Sko, förum í sveitastjórnarkosningarnar, við vorum auðvitað með svakalegan silfursþátt í gær. Já, svo vorum við líka bara með alvöru samfú viku hérna í síðustu viku, tókum bæði Heiðu og Pétur. Og Pétur okkar. Hvernig líst þér á þetta, Brynjar? Hver tekur þetta? Já, erum við ekki góðum höndum eða Pétur og Heiða að taka þetta? Ég sko, ef borgarbúa alltaf fela samfélkingunni enn á stjórn borgar, þá mæli með því að hætta að væla yfir. Ég ætla ekki eins og að spurja þig að því, ég ætla að það veri bara, gengum bara út frá því. Nei, ég menna, búin að vera með þetta í 30 ár, sko, reksturinn allur í mólum, skipulagsmál í mólum, leikskólar og grunnskólar í mólum, eiginlega allt, sko. Svo hlustaði ég á þessa frambjóndur sem að berja spottinsæti í fylgunni í gær og virkuðu bara, sko, dagu var bara hetja í augun nýja frambjóndans og byrju, hver ber ábyrgð á mest og rósaði Heiðu fyrir allt sitt og ég veit ekki hvað og já. Það var allt svo frábært. Og svo hefur ekki borgir bara, er borgir ekki betri nú heldur við 30 árum. Það er allt betra heldur við 30 ára, sko. Eftir stendur að þjónusta sér lögbundna þjónusta sem borgin á að veita, það skiptir fólki máli. Mókaða göturnar, að þessi tekjaði ruslið, að leikskólarnir séu mannaðir og velreknir og grunnskólinn, alla byggingarnir reyndar, slakasti árangurinn í OECD, dýrasti leikskólinn og svo er bara einhver hópur af fólkin í ráðus að vinna það í því einhverju viðverustjórnun barnaamælum og ég sem er þetta hlutverk búið til einhverja lofslagsáallanir og eitthvað svona kjarnorkuvopnalaust borg sinni því sem þeir eru kosin til og lögin gera ráð þegar sé að sinna vel fordómalaust tekjuaukningu orðið síðustu 15 ári hjá Reykjavíkurborg
og hún ekki eins og sjálfbæra varleitunum, þetta auðvitað algjört fíasko í raun og veru, algjört fíasko og kannski við finnum ekki alltaf fyrir því en alltaf fleiri og fleiri að finna fyrir því kemst ekki áfram í umferðinni kemst ekki áfram með það snjóvar göturnar skítugar sorpi voru fullt og svo kannski bara byggt gímalt honi svalna hjá þér nei, ég meina, svo kemur alltaf Dóra Björn alveg bara gjössalega frábært og allir tala allt svo frábært og hún mætti samfá núna já, eðlilega og ekkert gerist og enginn kemst áfram og við borgum hæstu álögurnar og svo haldaði vantarlega að geti bara komið allt í bara með nýtt fólk og við bara menga ábyrða þessinu bara komið nýtt þetta áttaði Kristín á sig strax á því hún þurfti bara að skipta út til fólkinu þú heldur að Kristján hafa hettu Pétur? Algjörlega, ég ekki nokkur að það hún bara sér það hún getur ekkert boðið bara mannskap eins og nenn og það ekki ástæðulega sem hún ítti bara degi til hliðar þú getur ekkert boðið upp á þetta alveg saman hvað þau tala sjálf hvað þau eru frábær það gerir engin annar en þau eru mjög upptekin að því sjálf að segja frá því hvað eru frábær en ekki Pétur Pétur jú, hann getur verið eitthvað svona nýtt og vöndun og ekki alveg strax hvort hann var í sáttálflokknu eða samfélginu á tíðanbili en og ég skil það alveg og en búum bara til eitthvað nýtt fortíðin og þetta rugl er okkur óviðkomandi en á sama tíma hrósa þessu fólki já. Það ekki góð byrjuð með Pétri, finnst mér Nei, ég held hann, ekki það ætla að fara að verja þarna Pétur, en hann hlýtur kannski bara að vera svona af góðmennsku að vera, hann er að berja, hann er að fara á móti samflokkskonunni sinni. Hann á bara að segja, heyrðu, þú ert ekki standaði, ég geti gert betur. Já. Þannig átt að fara inn í pólitíkina. Annars ég ekki að bjóða þig fram á móti þér, að bjóða mig fram á móti þér. Já, það er augljóst, já. Það var enginn tilbúin að segja það við Hildi í þetta skipti? Nei, Hildur hefur aldrei verið meirhluta. Nei, ég segi, það var enginn tilbúin að bjóða sig fram á mótinu og segja að þú ert ekki að standa þig. Hún er með hörku fylgi. Hvernig líst þér það? Þú veist ekki hvort að hún sé með fylgi eða hvort það sé óanað bara með meirhluta, sko. Já. Við vitum það ekki ennþá. Nei. En ég er nú oft spjall við hennar, mjög stund bara alveg með hlutur á hlinu, sko. Já, klárt. En svo alltaf verið að tala um þetta að vera eitthvað ósamstæður bólstaflokkur og sáttflokkur, má vel verið, ég þekki það ekki, en fullt ágætis fólki, en sko, ef þú ætlar að svona ná einhvern veginn, sko, kosningar eru þannig að kjósendur þurfa að ná einhverjum tengslu í frambjóðendur. Einhverja trú, einhver traust og ef þú hefur verið í borginni mörg ár og engin veitir sem hvað heitir en eitt þig, sko, þá hefur ekki náð í gegn. Þú voru að tjá þig, þú voru að segja hvað þú vart að berjast fyrir, hvað þú til mikilvægt og svo framvegis. Nú vel vera að sjálfstæðamönnum ekki tekist það nú vel síðustu 30 ár. En þannig að ég tel afskaplega mikilvægt fyrir sjálfstæðarflokkina það er þannig að árangurskostningum. Þannig að þetta aukningi skorakunni sé ekki bara ónæðu fylgi heldur það að fólk hafi raunverulega traust á sjálfstæðarflokknum sem gerir eitthvað betur. Þá þurfa það að hafa mjög öfluga lista. Fólk sem hefur einhvers stað að sanna sig, látið til sín taka og hefur einhvern veginn þannig áru að fólk svo, já, þessi geti gert eitthvað. Annars getur þetta vel verið að þetta verði ekkert merkilega kostninga þessu þarf. Já, hvernig líst þér á útspilið á Pétri varandi Vatnsmýrina? Það er ekki spennandi? Byggja ykkur að 20.000 íbúðu þar? Í Vatnsmýrinni? Já. Og hver á að kaupa það? Ríkir útlendingar? Já, ég er að spyrja þig. Byrjum bara að klára hann Úlfarsárdal. Já. Upp á Kjalarnesi, fullt af fólki er flutt í Þorlákshöfn. Ef það getur búið í Þorlákshöfn, það getur búið á Kjalarnesi. Já. Upp í Úlfarsárdal. Það sem eru bara ódýrar íbúður í byggingu. Fólk getur startað sín fjölskyldu lífi. 3, 4 herbergi íbúð, þú veist með 1 eða 2 börn. Þú veist, fyrst að þurfa að fara að eiga börn sko meira. Já. Og ég hugsa, sko öll pólitík snúist eldri borgara, öryrkja eða eitthvað svona hópa. Ungt fólk er það skiptir mestu máli í mínu huga. Það er að segja ungt fólk fyrst að komast bara heiman, sko.
stofni fjölskyldu, eignist börn. Það alveg óþarf að hafa loftslagsskvíða að engi börn fæða, sko. Og Þetta ákall. Nei, sko, eftir að hafa gengið í gegnum þetta, stofna fjölskyldu, eignast börn, og veist mér allt hitt bara algjörlega verðlaust og skiptir ekki máli. Já, Leifur. Í mínum huga skiptir þetta máli að stofna fjölskyldu, eignast börn. Og ég hefði ekki viljað vera sko, orðin gamall maður eins og ég alveg að verða og eiga enga fjölskyldu sko. Nei. Þetta er góð orð. Þetta eru mestu verðmætin, ég er bara að segja þetta ungt fólk en það þýðir ekkert að segja þetta ungt fólk ég kemst ekki í svona heimann til að búa til fjölskyldu sko. Nei. Það gengur ekki heldur sko. Þannig að þetta er sko framtíðin við erum að hugsa framtíðin. Já. Það er forgangsröðun hjá mér sko. Já. Brynjar alltaf í framtíðinni. Já, það er eins og segir, það verður þá að tryggja að séu leikskólapláss og grunnstofurnar séu... Nú er þetta bara allt einhvern veginn, geta einhvern flott og pálmantri og eitthvað svona algjör auka, loslags áallun og eitthvað, skiptir engum máli. Nei. Og barnaðamali og allt þetta, skiptir engum máli. Fólk sér bara þetta sjálft eins og þau gert gegnum aldinna. Sko. En er það rétt, að því að, sko, við vorum að tala um þetta aðeins fyrir þátt, að því að Pétur einmitt segir í þessu fræga viðtali að það sé allt miklu betra núna heldur en 30 ára síðan. En fyrir 30 árum síðan, því þá voru við Leifur ekki fæddir, þá var Reykjavíkurborg svona fyrirmynd aðra sveitarfélagið ekki? Auðvitað, þetta var bara frábær borg. En auðvitað breytist hún, stækkar, en það er ekkert allt betri Reykjavíkurborg. Ég meina, Sorpirna var betri því að bat, sko. Það er endar ótrúlegt. Snjómósturinn var betri, það var meira hreinsaði göturnar, sko. Ok, þegar ég var barn var nú ekki mikið leikskóla, en það var allt annað samfélag. Það voru ekkert vinna fyrir bæði, þetta var hægar, þetta var ekkert vinna fyrir báða aðeila að vera á unnumarkaði. Anna var heima og sá börnin. En þegar ég er barn, það voru 5 börn að lágmarki í hverju íbúð. Þetta er bara svo gjörbreytt á minni ævi. Nú er þetta auðvitað breytt og menn segja að það er það betra. Ég er ekkert sem það sé betra. En ég meina það er svolítið mögis að vera með 5 börn en og báði vinna úti, það gengur valla sko, en ekki, það verður alltaf ekki einfalt það er ekki einfalt en veist, hvað er betra? Líður borgarbúum eitthvað betur? Ég komst ferða minna strætóferðina voru betri sko ég fór alltaf í strætó sem úlingur ef ég gekk ekki eða hjólaði ekki Við erum alveg að detta samt í borgarlínu og þá myndu sjá heildarmyndina Brynjar, það er verið að kokka þetta upp allt Ég meina, því miður held ég svo erfitt að bakka út úr þessar borgarlínu, sennilega ekki hægt. Það er ekki hægt núna. Nei, og þú verður auðvitað að hafa einhver umferðarmannvirki þannig og maður sér það bara þegar maður, þá sjata sem maður fer sko að mótni til úr efri byggðum, það er bara þegar ég fer með bílinn í öskju og ég þarf að koma niður yfir og eða eitthvað staðar úr sveitin og koma niður yfir á mótni eða allt stopp sko kemst ekkert áfram sko þú ert með bara stuttum tíma við Skaftahlíðina eða við við Skaftahlíðina við Klambratúnið við Háskóla Íslands eftir með götuljós stoppa allir umferð sko hægir alveg rosalega á henni og gönguljósin eru svo lengi að þú getur lappað sjösunum fram tilbaka og ég sem allir þessi meðvitað ég meina, ég gömur konum með göngurinn geti gengið sjösunum fram tilbaka og ég skil ekki stillingarnar áslega neitt en bara með því að hafa annarkvort undirgöngu eða brú á þessu stöðum þá myndi umferð ganga miklu hraðar og svo passa það sérstaklega að það verður nú örugglega ekki bílar sem geta farið yfir Fossárbrúna og það má alls ekki gera mislæg gattamóti Kringlumýrarbrautina þetta er pólitík þessi pólitík hefur verið ráðandi hún bara veldur því að við komumst ekkert áfram og hvað heldur þetta kosti og talar ekki kolefnisspor fyrir utan það hvað heldur þetta kosti og þessi vanræksla ég veit það ekki ég finnst þetta bara einhvern veginn svo galið, ég er allur í því að reyna að efla almenningssamgöngunum, efla strætóferðirnar og hafa þær betri og það er ekki málið
svo verður það örgulega, þau eru bara að hækka bílana svo mikið, leggja svo mikið áleg, fjölskyldubílinn minn kostar 3 milljónir krónur meira næsta ári og þannig að það hefur ekki eftir að eiga bíl sko nema örfáir. Þannig að allir fyrir nota almenningssamgöngur. Já, það er engan annað kost sko. En Íslands samfélag bara þannig, það vinna báðir úti og þú fer með barnið í leikskóla, þú fer með barnið og jafnvel börnin á sikkur leikskólan í sikkurum bæjarhlutanum sko. Og þú gerir það ekki til slætt og glemdu þessu. Nei, eitt sem ég langar að spyrja til að áður kveðum borgina, sko, góðverð þáttarins Einar Þorsteinsson, eftir á hyggja sem samfélagsrýnir, gerðan mistök að sprengja þetta, að plotta það nefn sig? Einu mistöki hans er að fara í þetta samstarf. Já. Sko, Einar mörgulegt mjög öflugur maður, sko. Sjálfstæðismaður? Já, hann var einhvern tímann eins og Pétur. Já. Og menn finna svona plattform annars staðar, svona auðveldarlegin inn og allt í lagi með það. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn á engan rétt á einhvern einu sko, en ég held að hann sé heilmikið vit í honum. Þetta er svona maður sem ég myndi alveg treysta til að gera alvöru hluti sko. Já, fara út í búð. Já, ég myndi treysta þó að hann hefði ekki með það sko. Já. Herri, við ætlum að færa okkur í Hægri á Íslandi. Skemmtilegur status frá Brynjar á Facebook. Já, til að fylgjast með þessum mestara. Sem er efni í næsta lið. Áður en að fær vinnu aftur. Já, það er heimafórn, frí heimsendinga á höfuðborgarsvæðinu gegn 3 mánaða bindingu. Brynjar komin í toppstand. Já, heldur betur. Ertu að leiða tæki frá heimafórmi eða? Eða ferri ræktina? Ég er bara ræktin núna. Já, það sést. Aldrei að vita og grípir róðravélina, eða hvað? Já, ég er nú aðeinslega svona að kíkja á stelpunar og... Nei, það eru margar skvísur hérna, sko, en ég eini vandi við mig, maður lendir svo mikið á spjalli, sko. Já. Ég ætla kannski að vera klukkutími í ræktin, en það verður 2 tímar, það mútt alltaf að tala við einhverja, sko. Já. Á milli svo er tækin. Já, þú kemst hjá því með því að leiða tæki frá heimaform.is, en nú er svo komið að vinstri menn til frjálslyndu öflunum og hægri menn ýmist öfgahægri menn eða fjárhægri menn og í besta falli íhaldsmenn. Gott er ekki einni hættulegir líðræðinu. Þetta er brot úr færslu sem þú skrifar á Facebook. Eitthvað tímann í janúar. Já, er umræðan komin á villigötur? Já, þetta er langt síðan, sko, Þetta er náttúrulega, sko, byrjar þessar breytingar þegar, sko, þegar það kemur reynsla á vinstrið, sósíalistar ná völdum í allri Austur-Evrópu, þeir ná völdum, þjóðnir sósíalistar ná völdum í Þýskalandi, Þriðja ríkinu, allt er þetta eintóm hörmung. Öll þessi sósíaliska tilraunir algjör hörmung. Og þegar sérstaklega þegar náttúrulega stríðið, þegar narsinn tapar stríðinu, þá er þetta verður þeir túlkaði sem sko hægri menn. Eins og bolsévikar í austinu kölluðu alla andstæðinga sína hægri menn, öfga hægri menn. Og og síðan bara þróast þetta einhvern veginn svona, sósíalistarnir það eru eiginlega engin sósíalistar í Vestur-Evrópu nema í háskólunum og list- og menningarheiminum. Þeir eru alveg bundnir við þetta svona meira og minna. Og þetta var mjög erfitt ástand. Og svo þróast þetta þannig að hægrið verður einhvern veginn, ef það er einhver minnsta þjóðerniskennd í hægrinu, að þá er þetta alltaf verið fjárhægri flokkar eða öfgaflokkar eða eitthvað slíkt. Og þá þau einhvern veginn orðið frjálslyndu öflin. Kannski að því að í Bandaríkjunum voru upp demokrataflokkur og republikaflokkur sem var íhjald og hinni kölluðu sér liberals. Og þá sem voru aldrei eitt vinstiflokkur, sko, demokratar. Og þá tekur einhvern veginn vinstri þetta yfir, sko, þeir séu svona einhver liberals eða frjálslyndu öflin. Inn í hugmyndafræði sósíalismen er ekkit svigrúm fyrir neitt frjálslyndi. Þetta er stjórnlítið hugmyndafræði. Og einhvern veginn hefur þetta þróast þannig að því að vinstri hefur stjórnað mikið til fjölmiðlum og sérstaklega ríkismiðlum og þá einhvern veginn verður þetta þróast orðað en þannig að þetta er allt einhvern veginn sko, öfgamenn sérstaklega verður svona einhvern svona harðir einhver þjóðerniskennd í þeim þá er þetta orðið öfgamenn. Ég segi að það er ekki smá þjóðerniskennd í íslensku stjórnmálumönnum þá geta það ekki stjórnað þessari þjóð. Þetta eru hagsmunir þjóðarins sem allt snýst og þá verður að hafa einhverju þjóðerniskennd í þér
hún ekki slæm af því við erum kosin til að gæta hagsmunum þessara þjóða, sko, ekki annara þjóða. Nei. Og á svo áberandi alltaf þegar ég var á þinginu og allir svona píratar og samfélgir. Tók alltaf einhvern veginn málstað einhverja hópa annar heldur en Íslendinga. Þeir börðust gegn íslensku atvinni, börðust gegn hvalveiðum, börðust gegn öllu. Hvað voru þeir að gera á þingi? Á alþingi? Það var allt snýrist hagsmuni og fólk sem við berum enga ábyrgð á. Og svo verður alltaf einhverjum svona sjálfkrafi umræðum sem fólki hluta einhverjum mannréttindum. Það að hafa ekki stjórn á landamörum, það mannréttindamál, sko. Hver sem getur bara, sem lendur að Keflavíkurflugvelli, fær bara einhverja þjónustu, heimili og pening. Þetta auðvitað kerfi sem bara gengur ekki upp og þú missir alveg tök. Þú missir tök á landamörum og missir tökin á fullveldinu. Ég í sjálfstæðisflokknum. Já. Sjálfstæð þjóð, hagsmunir þessara þjóðar sem ég horfi á fyrst og fremst. Já, klárt. Það öfgahæri í dag, sko. Það öfgahæri í dag. Kallaði popul, svo alltaf tekna alltaf sömu vinstri áliðskjafarnir og þetta alltaf einhvern veginn. Umræðan verður svo skökk. Tökum bara sér dæmi, við vorum að tala Viðreisn áðan. Þeir skilgreina sig sem frjálslyndan, miðju, hægri flokk, sjálfstæðarflokkurinn þá hvað, íhaldsflokkur og hvað miðflokkurinn? Öfgaíhald eða ekki, eða öfgahæri. Já. Og heitir miðflokkur, sko. Nei, sko, hægrið í mínum huga þetta frjálslyndið. Þeir berst fyrir frelsi, einstaklingsins. Frelsi til orð og athafna. Það frelsi, það frjálslyndið. Já. Sósíalismi snýst það að ríkisvaldi hafi tökla haldið yfir öllu. Við erum að reyna að minnka það. Þannig var túlka frjálslyndi og stjórnlyndi áður. Það ekkert neitt frjálslindir í vinstefnu, bara alveg af og frá. Akkur heldur vinstumenn sem svo hrifnir að fara inn í miðstýrt apparat. Já, það var næsta spurning, er það hægra vinstramál? Það bara vinstramál. Hins vegar höfðu stórkapitalið í Evrópu mikla hagsmuna þessu. Þetta var svona samningu milli sósíalista og stórkapitalist þetta Evrópusamband í mínum huga. Já. Og svo þetta bara finna með það smátt og smátt. Sko sósíalistar hafa haft meiri hluta Evrópusambandsþinginu alla þessu öld og lengur. Já. Og einhver hluta vegna fara sem kalla sig miðflokka frekar í kompani með sósíalistum heldur en hægri flokkum. Þannig að hægri er alltaf bara orðið undir og svo einhvern veginn verður þetta og hægri flokkarnir bara ráð ekki við situásjóna og einhvern veginn tapa vissa svolítið fótana. Og sem það Kristili hægri flokkur Merkel bæði í Frakklandi og víðar. Þeir missa einhvern veginn bara fótana og verða bara einhvern veginn samspil í þessu. Merkel bara býr til heimatilbúna orkukreppu í Þýskalandi. Já. Og það verslar svo mikið úr þess að. Sko, ég hef alltaf sagt að upphafið að þessu vandamálum Evrópu byrjar þegar menn fara að gera það að sérstökum mannréttindum útgjöld ríkisins. Það sé félagslega efnahagslega réttindi sem við erum öll að reyna að bæta fyrir alla, sko. Já. Og mikilvægt og þetta baráttumál okkar. Þetta sett inn í stjórnarskrá og gert að og mannréttindasáttmálum og gert að mannréttindamál. Þá krafan orðið þannig að þetta útgjöld ríkisins. Þetta bara mín mannréttindi. En útgjöld ríkisins bara það sem hún tekur úr vasa okkar skattgreiðenda. Og þess vegna verður þetta allt svona við missum bara, þetta verður eitt allsherra kerfi, við missum alveg tökin á þessu. Svo bara verða útgjöldin sjálfkrafa. Og við erum alltaf aðilar á öllum þessum sáttmálum, sérlega 20 sáttmálum. Og við skiljum aldrei okkur, sko, hlutverk ríkisins stækkar alltaf, kerfið stækkar alltaf. Það vegna þess að við tökum okkur alls konar skyldur. Við erum alltaf að taka okkur einhverja skyldur, gegnum alþjóðasamninga, gegnum EES-samningin. Þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að berast við þetta. Við erum bara orðin hluta einhverju svona alveg, sko, kolkrabbi, hinn raunverulegi kolkrabbi. Og svo bara kemur einhver löggjöf eða einhver samning og segir, já, þið verður að hafa hérna mannréttindastofnun. Þið þurfum að gera þetta. Allt hlutverk ríkisins, sko. Já.
og atvinnulífi bara, svo allt í einu bara finnaði það að atvinnulífi í Evrópu stendur ekki undir þessu. Hvað þá? Svo erum við með Abro og þú getur bara umbreyttir eksterinn með tímamótalausnum þeirra. Já, með þeirinn í framtíðina. Já, það eru auðvitað með vökturina sko, rekstravaktin og þá ertu bara með stöðu að vakta á starfseminni þinni í skínu. Bara hefur það í för með sér að þú ert ekki að skipuleggja uppfærslu, láta starfsmenn vakta kerfin að nætulagi, að taka áhættur að missa af óvenjulegum frávikum. Það er eitthvað sem að fyrirtæki þurfa að lágmarka, þá er það ekstra frávik. Og það er alltaf verið að berjast þetta, eða manntímum í þetta. Já. Nei, þú lætur bara Abro sjá þetta. Nei, bara klárt málegur og svo kannski má undirstrika það að við erum ekki að biðja fólk að ríða upp kreditkortið og fara að kaupa strax að þeim. Við erum að tala að virkja samtalið, fara að tala við þá og ég get lofað eitthvað því að Abro með lausnina fyrir ykkur. Við bara fá kaffiballa með þeim. Abro, til að slúta þessu, talar á hann fjölmiðlaumræðu, talar dagblaði, talar ríkisútvarpi og annað, en maður velti sem fyrir sér því í Sjálfstæðisflokknum hafi náttúrulega lengi verið með fjölmiðl sem hefur verið eitthvað hliðallur Morgunblaðið, er þetta ekki bara alveg eins? Eða hvað? Jó, þú sér það svolítið í ritstjórnarstefnum blaðsins. Ritstjórnin er hægri maður. Já, bara útgerðin á Morgunblaðið. Já, ég meina útgerðin á hluti þessu og einhverju aðrir og hérna Eða ég bara segja, er þetta ekki bara sama? Eða? Jú, ég er ekkert að segja þá. Þú getur bara búið til engamjöl og gert hvað sem sko. Já. En þú var aðtöða það að nú er sko skattgreiðendur farin að fjármagna sem miðlar. Já, það er náttúrulega ekki gott. Ég meina, hvers slags miðlar verða það? Já. Og hérna... Er RÚV að skána eða að versna? Það er versna bara mjög hratt. Sko. Já. Því stærra sem verður, það er orðið bara einhver tröll á markaðinum og ég meina, það er alltaf fyrstulega algjör tímaskekkja En pældi í staðin fyrir að loka RÚV að segja bara, heyrðu, dælum bara peningi alla miðl, í staðin fyrir bara að loka RÚV og tækla fílinn í herbygginu. Já. Nei, ég meina, menn segja, þetta er svona menningar hlutverk RÚV, sko. Ég segi bara, heyrðu, það er fullt að enga miðlum hérna. Ef við viljum sko styrkja einhver menningart efni, þá getum við bara styrkt það og þessi frjálsi fjölmiðlar bara sjá það. Já. Ég meina, vandamáli bara RÚV hefur alltaf verið þetta sko. Og það er fullt af fólki hérna, ég vil hafa bara mitt RÚV. Já. En þú getur ekkert haft frjálsan fjölmiðlamarkað ef þú ert með RÚV. Það er bara ekki hægt. Þannig að þú voru bara að velja á milli. Förum bara aftur til 1985. Það sem er bara eitt ljósvakamiðl. Já, klart. Þessi umræða var búið heimaform eins og Leifur sagði, ég ætla bara að hamra það er frí heimsending á höfuðbókasvæðinu gegn 3 mánaða bindingu og það er sömulegis 25% afsláttverð á sem bóka í janúar. En það komið að stöðun í Sjálfstæðisflokknum sem ég veit að margir munu sperra eyrun núna. Já, hún er í boði Brandur. Nýju vinir. Brandur, auglýsingastofa, sko hámarkaðu arðsemi með velskilgreindu vörumerki og þeir eru þetta með bestu íslensku vörumerkin. Það er búið að tilnefna þau og það verður hátíðlegur viðburður í Hörpunni þann 19. febrúar. Út með þetta í opnum tapanda við leiðina þér. Þegar niðurstöðurnar liggja fyrir, erum við með, hérna er þetta allt lista tilnefningar. Ég ætla nú ekki að fara yfir þetta allt saman, en við sjáum á fyrirtækjamarkaði er þetta Arjón, Ölgerinn, Advanja, Payday, Drop og Húbla. Það er nú einhverju vinur okkar þarna. Já, ég veit hvað mitt ákveða fyrir. Mér langaði að leyfa þér, Brynjar, kannski að velja einn flokk og velja kannski bara vörumerki sem að þú vilt hampa. Það má vera fyrirtækjamarkaði eða einstaklingsmarkaði. Hvað finnst þið flottasta vörumerki á Íslandi? Þú mátt velja allt, sko. Þessi er erfið og ég undirbjó hann ekki. Nei, ég bara sé þessi vörumerki. Nei. Ég er bara með athyglisbrest. Ég veit bara ekki var við þetta, sko. Nei, enda er hann ekki í valnefndinni. Nei. Ekki ár. Og mér var hent út líka. Ég bara treystir mér ekki að þetta verður. Nei. Það er aðri betri því. Já, Brandur er búin að sérvelja fólk í hvert rúm. En það er alveg sem við á brandur.is 19. feb, takk. Já, sko staða Sjálfstæðisflokksins. Þetta er auðvitað búið að vera mikið milli tannana fólki í svolítinn tíma núna, en maður spyr enn og aftur, er Sjálfstæðisflokkurinn þann búin að finna botnin á fylkinu? Ég veit það ekki. Ég upplifi það að margir gallarðir Sjálfstæðismenn til áratuga segja við mig að óbreyttu munu við kjósa Miðflokkinn. Já. Ég bara heyri þetta oft.
Upplifir þetta ekki fyrir svona 4 árum? Nei, ekki svo núna. Nei. Og ég meina sko, ég held að vandamál Sjálfstæðisflokksins sé, ég veit ekki, eitthvað svona skortur á sjálfstrausti sko. Þetta var flokkur sem bara var mikið í stjórn og sko, þurfti einhvern veginn að hafa alla góða eða missir fókusinn sko. Ég upplifa allir þannig missir fókusinn og svo eitthvað verður eitthvað vandræðagangur og svo verður þetta bara ný flokkur stofna á Rúrós með þetta Viðreisn og svo hafði menn ekki sjálfsögst að taka á þessum málum með nógu skýrum hætti varðandi stjórn á landamærum og raforkumálum og orkuöflun og þá kemur bara Miðflokkur og býr til plattform fyrir þetta fólk. Miðflokkurinn tala bara nákvæmlega svo ég talaði 2015 á þinginu sko. Ég hef sagt því að þeir tóku mína stefnu og þeir hafa sjálfstraust til þess og hafa þorað það og þeir eru uppskera í samræmi við það sem Sjálfstæðisflokkurinn átti náttúrulega að gera en ég meina auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn í krísu að hann er búin að missa hluta til Viðreisnar og hluta til Miðflokksins eðlilega verður að minni flokkur og við erum bara menn sem er svona aðeins hægra með við erum að falla bara í sömu grifju og svo vinstri með voru alla tíð klofnir, orðin margir flokkar sem er það sé kannski allt í lagi má vel vera, það sé allt í lagi Hvort heldur að mist fleiru í Viðreisn eða Miðflokkinn? Ég sé mist fleiri í Miðflokkinn En sko það sem kemur óvart ég spurði áðan og svo sem kláruðum ekkert almennilega en þú veist að tala um hægri á Íslandi og annað en í grunninn Sigmundur Davíð framsóknarmaður en af hverju Miðflokkurinn þá teiknar upp sem einhver öfga hægri flokkur? Það að því að hann svona vill hafa stjórn á landamærunum og stoppa hælisleikakerfi og þá verður alltaf menn alltaf eins og það sé hægri stefna sko. Mestu þjóðirnir sinnaðinir í gamla dag voru kommunistarnir sko. og ég meina sko þið sjáuð alveg að hann er ekkert mikill hægri flokkur nema kannski ákveðinu svona atriðum eins og ég sagði eru sem við fullveldismál tóku það af okkur eiginlega við þorðum ekki að tala um það Bókun 35 og fleira en svo þegar þú sér sko tillögu þeirra þegar þú ert að horfa á tillögu minnihlutaflokkana í kringum fjárlagafrumvarpið voru til og með tillögu Sjálfstæðisflokkurinn mjög góðar komur bara verið óvart hvað það voru góðar en þá sérðu framsóknareinkennin í Miðflokknum en það ekki? Og þannig að ég er alveg að morgun að geta talið hann hægri flokki sjálf sko. Þó hann sé auðvitað tala fyrir fullveldinu tala fyrir mörgum sko megin atriðum af hverju Sjálfstæðisflokkur var stofnaður að þá auðvitað finna margir sjálfstæðismenn bara farveg þar og sér bara minn gamli flokkur þóra ekki að segja neitt og hann bara er einhvern veginn að reyna á góðu valla og það er bara ekki hægt í lengda sko. Nei, þetta var heldur betur blóðu og bardagjarn í febrúar þegar þú varst líklega nýsestur í starfið þarna milli Guðrúnar og Áslaugar Örnu þar sem að Guðrún hafði þetta með einhverjum nokkrum atkvæðum einhverjum sem svá yfir sig sem ætlaði að kjósa Áslaugu heldur þetta að vera gott eða slæmt fyrir flokkin? Það er ómögulegt að segja eitt það sko. Ég er ekki viss með að breyta neinu sko. Nei. En ég held En heldur að niðurstaðan hefði breytt einhverju ef Áslaug væri til dæmis formaður í dag? Nei, ég er ekki viss með að breyta neinu. Ég er ekki viss með það. Nei. Þú ert bara komin í ákveðin svona spíral og þú þorir ekki að segja hlutina og skortir sjálfstraust og má vel vera að hún hefur getað gert eitthvað, ég veit það ekkert en mér finnst Guðrún mörguleiti mjög góð og öflug sko, þú tala svo við hana og fyrir að ræða við hana sko, ég náttúrulega satt aldrei með hana á þingi þannig þekki hann ekki mikið ég hef nú átt samtölu við hana og þá finnst mér nú alveg vera fókusur og vera öflug sko en veist, það myndast óanægja og menn svona segja, ég ætla bara að gera þreyttur ákveð, ég ætla að kjósa Viðreisn eða Miðflokki sko. Það verður svona pirring og svo erfitt að snúa þessu tilbaka og ég veit ekki hvort að Guðrún sé manneski í það og ég veit ekki hvort að Áslaug sé það heldur. Nei. Og er bara staðan svo að við verum með 3 flokka sem kannski er hægra megin, mér finnst nú Viðreisn bara ekkert vera hægra megin sko. Nei.
kannski við erum 2 sem tala fyrir einhverjum hægri málum. Sko það voru náttúrulega klárlega hægri menn sem að fóru yfir þegar þetta byrjaði, 2016 sko. En það eins og segir, þetta búið að breytast helling. Mér langar að skjóta inn í að þegar við erum að tala það sko, hver sé mögulega rétti maður til þess að sameina hægrið aftur sem að hefur kannski einhverjum skilningi splundrast. Má segja að það hafi verið pólitískur afleikur hjá Bjarna á sínum tíma, hafi ekki lagt meira í sölunur til þess að fá Snorra sem nú vonast Miðflokksins. Væri hann mögulega maður sem að við myndum vilja hafa innan ræða Sjálfstæðisflokksins? Já, hann alltaf svona kjark. Ég sagði það 2015 og 16, það sem við þurfum kjark og þor. Og það var nú bara sagt við mig, sko, þú skilur ekki pólitík, sko. Það var nú orðið sem ég fekk tilbaka, sko. Já, þú skilur ekki pólitík. Það var skætingur. Já, svolítið skætingur og síðan var ég auðvitað bara farþegi eftir það, sko. Og var bara í fílu og en ég auðvitað bara sjálfstæðismaður í grunn, ég meina þetta stefna sem hendar mér. Ég miklu frjálslynd eftir nokkuð tíma Össur Skarphéðinsson eða aðri vinstrimenn, og en ég auðvitað samt segi bara, sko, við verum að horfast í augu við veruleikan, það svo stjórnmálamenn bara að öskra veruleikan í burtu og halda hann bara sé ekki til. Það eru bara ákveðna staðreyndir, sko, og við getum ekki hort fram hjá þeim og ég meina ef þú ætlar að vera hér sjálfstæð þjóð, þá þýðir ekki þetta rugg sem búið að vera í lengi, það bara ekki hægt því miður. Allir vilja gera sem bjarga heiminu, sko. Já, við allir. En ég kosin að hugsa hagsmuni þessara þjóðar, sko. Það var það. Já, aftur ég segi alltaf góðvinni þáttar sem við eigum svo marga góðvinni. Sko, ég bara áttaði með að hvað við erum vinnaríkir hérna. Já, við erum vinnaríkir. Tælið allt upp? Margir heldu og ég meina við höfum fengið Brynjar marga þætti að sem ég heldum bara, herru, já, Bjarni þarf að stíga til hliðar. Hann búin að vera þarna allt og lengi. Já, nú getum við ekkert frí, alveg eins og að þessi ríkisstjórn þarf að vera hægt að kenna síðustu ríkisstjórn hún búin að vera þarna núna í rúmlega ár. Það velti maður fyrir sig eins og með Sjálfstæðisflokkinn, saknaði kannski bara Bjarna? Ég hef alltaf sagt að mér Bjarni einhver öflugasti stjórnmálamaður sem hefur verið hérna. Hann auðvitað fer með flokkinn svolítið svipað átt eins og menn gerði í Evrópu, eins og Merkel gerði og svona, og einhvern veginn svona flokkurinn, sko, sem þarf einhvern veginn hafa alla góða, svona missi svolítið að tala sín mál og gefur allt eftir þess að vera einhverju stjórnarsamstarfi eða allt og mikið finnst mér. Þá kemur þetta bara niður á okkur seinna, sko. Já. Og það það sem hefur gerst. En svo alltaf vandamæli sem pólitík, sko, mennur alltaf, þau voru með eitt stóran flokk, eins og Sjálfstæðisflokkurinn var, það sem voru kannski 40% flokkur, 30-50-40% flokkur. Þá náttúrulega ekki plattform fyrir alla sem hafa metna, sko. Nei. Og þess vegna held ég að það verði alltaf þannig og þið sjáu þetta bara hvernig pólitíkin bæði vinstri og hægra megin, menn alltaf búið sín til eigin plattform og reyna að gera eitthvað. Ég meina það ekki þýtt fyrir Ingu Sæland að fara inn í einhvern flokk og alltaf ná okkur árangur. Nei. Menn það bara hort og veist, það var að býra sín til eigin flokk, sko. Já. Tala bara einfalt, skipt, ég ætla bara að bæta kjör þessara og þá get ég náðu einhverjum 10-15%. Bara það sem það gerir. Klart. En mjög skaðlegu flokkur til lengri tíma. Já, það vantar eitthvað upp á þar. Utanríkismálin. Já, við erum farin út til landsteinana. Já, auðvitað búinir að afgreiða ESB, en... Erum við komin á Trump þá eitthvað? Já, þá erum við einmitt komin á Trump. Það er eitthvað vestanhafs. Vel lesið. Við erum kannski aðeins að horfa í þessa handtöku á Maduro, en þess að Venezuela. Svo Trump búinn að vera yðin við kolan að hóta því að taka við Grænland og jafnvel Kúbu líka. Hvað segir lögspekingurinn málefni Venezuela síðustu misseri? Já, ég veit ekki betur en eftirlýsti menn með handtaka hvað sem er. Ef ég man rétt, þá hafði nú Biden gefið út handtökuskipun á Maduro. En hægt að fremja glæpi í Bandaríkjunum í Venezuela? Já. Flest allt glæpur sem að innanríkis glæpur. Hvað sem, já, þú getur gert það. Þú getur gert það nefnilega. Þú getur líka með þess að, sko, ef þú býður einhverjum fjármálaþjónustu bandarískum aðala á Íslandi, þá getur við sóttur sem ólög í Bandaríkjunum, en kannanlega löglega á Íslandi, sko. Þeir eru rosalegir hann í Bandaríkjunum. Þeir eru mjög harðir þessu
og eini munur á Biden og Trump í þessu að Biden bara gaf hafnarskipinu og gerði ekkert en Trump framkvæmdi. Það nú eini munurinn í þessu. En svo hann að gera miklu meira. Hann ætlar að koma þessum einræðisherrum af. Og einhvern tímann hefur það þótt góðugt, sko. Já, merkilegt að byrja á Venezuela. Kannski fleira sem vakti fyrir honum. Alveg örugglega, en hann hugsaði með sér, ef ég ætla að ná Kúbu þá verður að byrja að Venezuela. Að hann ætlar að drepa Kúbu með því að stoppa oljuna til Kúbu. Það sem hann að hugsa örugglega, það sýnist það. Og þarna bara einhvern einræðissýki, það sem þriðjungur þjóðan flúin. Einhvern tímann hefði það þótt einhvers konar hálfgerð þjóðamorð, og svo voru menn bara fangir sér og dreptir svona eftir behag. Hugo Chávez og Maduro ekkert öðru sem allir aðri sósíalistar. Ef þeir komast ekki til valda með byltingu, ef þeir komast til valda bara í lýðræðislegum kosningum eins og gerðist í Venezuela, þá vissu menn alltaf, það máttu vita það, að þegar þessir hópar eru konum við völdin einu sinni, þá ætlaði ekki að láta það frá sér. Sama hvernig einhverja aðra kosninga fara. Og það bara það sem gerist. Það kemst til valda með lýðræðislegum hætti og verður síðan einræðisherra. Og þetta bara dæmigerður sósíalismi. Þetta gerði Hitler og þetta gerði þar allir sem hafa komist með einhvern veginn til valda með kosningum. Oftast gerði þetta einn gamla dag bara með byltingu. Og þá var nú aðalatir að koma einhvern veginn upplaust á samfélagið. Og maður finnst alltaf að vera svolítið ábyrgandi með íslenska vinstri menn það að búið til einhvers konar upplaust. Þá tækifæri fyrir þá. Og það bara þetta sem að gerast. Hann ætla bara að koma þessum einræðisherrum frá. Hann ætla ekki að setja sér það að Hugo Chávez hafi bara þjónið amerísk fyrirtæki. Hann ætla að fá þann pening tilbaka. Það sem að hugsa. Það tekur engin peninga Ameríkunum. Þú voru að borga þá tilbaka. Flóknar hefði hún. Það blir einfalt og hann segir þetta bara beint út. Þannig að hann þetta bara vandamáli bara hvernig hann tala og hvernig hann er. Og þá svona missir hann samúð manni af sem mín og kalla alla aðra eitthvað lunatics og eitthvað svona skilur. Þetta bara orðraða sem ég kann ekki við í svona af svona háu embættum. En vandamáli bara, hann að gera hins vegar gagn. Hann að gera margt sem var nauðsynlegt. Þetta fyrst að vekja Evrópu úr rottinu, í öryggis- og varnarmálum. Hann þurfti að átt að sjá því að þeir geti ekki bara sett tolla og íþyngjandi reglur á hann og hann ekki gera neitt, Bara við bara ætlum að jafna hér leikinn, Og menn var alveg á taugum hér, sérstaklega íslenskir vinstrimenn og ESB sinna, að því hann að gera það sama og ESB gerir eitthvað örlundum, Þannig að ég segi bara, ég held að hann sé bara að gera ótrúlega gagna mörgu leyti. En svo finnst mann alltaf að fara einhvern veginn fram úr sér, allavega í orðræðinni. Þú tekur ekkert, þú ræðst ekkert inn í annan naturíki. Það veit það. Það er eins og öldungarleika tíma á republikansi Kennedy sem nú aðal maður hjá þeim. Það sagði bara, það ræðst enginn með hervald inn í annan naturíki. Það gerist ekki þannig. Það sem hann bara að segja, heyrðu, við þurfum í samráði við Dani og Grænlendinga að búa hér til þannig aðstæður að við getum varið öryggi Vesturheims. Það er ekki það sem maður segir, En þeir eru með alla aðstöðuna þarna núna, eða ekki? Þeir eru með hérna ekki túlið eða eitthvað. Hann bara að hugsa það, þetta bara skiptir máli fyrir Bandaríkin. Við verðum einhvern veginn að tryggja það, öryggishagsmuni Bandaríkin. Hann fer ekki að tekur ekki landin og gerir það fylki, Nei. Og það er eins og segir, hann hefur verið fram í alveg svakaleg gífuriri fólk og síðan áætlanir en hann sagði líka bara jafnlangt og hann talar Nei, en hann er samt heldur stúir bara eins og hann gerði þetta í Venezuela Já, ég óttast hann bara fari yfir stríki einhvers stað og þá fer sagan að dæman fyrir það en ekki fyrir það sem gerði gott fyrir Bandaríkin eða sína þjóð En mér langar samt að spyrja þig að þegar maður er kannski bara ekki nógu gamall í hettunni, ég veit það ekki, en maður sér, þetta byrjar, fyrir mér byrjar þetta á Úkraínustríðinu og svo sjáum við þetta
Kína og Tævan lengi verið deilan þar og verið með núna Ísrael-Palestínu og svo erum við núna með Bandaríkin sem að ráðast inn í Venezuela og Kúba mögulega næst og ég spyr mig bara að, þú veist, alþjóða, eða landamæri, það farið að verða þau að vettu sko í meira mæli að því að mér virðist. Er þetta stefnir í óefni? Sko, Evrópa hefur verið að deila og í stríðum landamæri sko í mörg 100 ár. Ég ætla að segja, er þetta ekkert nýtt? Já, en það endar oft í hörmungum, sko. Nei, það var þessum sem Bismarck reyndi að búa til ný landamæri í Evrópu út frá menning og tungumálum. En endar það ekki bara með heimstyrjöld út frá geopolítikinni? Nei, ég menna, þú veist, já, ég menna... Þetta er ekki eins og þegar menn voru berjast með sverðum, sko. Núna er það bara ein kjarnorkusprengja og... Öll mannkynsaga er ein styrjöld, sko. Já. Það er bara þannig, sko. Já. En menn voru alltaf að reyna að draga úr þessum átökum með því að búa til landamæri eftir þess að tungumál og menningu og þjóðarnir. Og Bismarck náði heilmiklu árangur því. Það er út að klárast ekki. Svo voru menn að deila allstaðar. Menn deildu Kosovo, sem var bara hluta Serbíu. Þegar Serbía var bara að gefa það eftir, vegna þess að íbúarnir þar voru meiri hluta Albanir. Já. Sem fóru ekki inn í Albanir, heldur bara nýtt ríki. Vandamálið til Rússlandi er það að í þessum austurhéruðum byggu eiginlega bara meira meina rússar. Já. Og það skapar vanda. Því þá segja þær, heyrðu, þetta eru bara rússar og þeir eru bara tilheyra sko Rússlandi. Vísu voru þetta sjálfstjórnarhéruð, þegar maður rétt, þetta voru sjálfstjórnarhéruð, stjórnaðu þetta þá á íbúunum sem voru þá meira rússar. Þessu ætlaði Sýlenski að breyta. Þess vegna byrja stríðið bara milli héraðana og Úkraínu þess. Áður rússar komið, sko. Já. Stríðið byrjaði ekki þegar rússar komið. Já, byrjaði 2014 eitthvað, já. Þannig að menn var að horfa til þessu samhengi. Og þeir ætluðu bara að kála þessu sjálfstjórnarhéruðum sem rússar ætluðu ekki að setja sig við. Þeir ætluðu bara að fá að vera sjálfstjórnarhéruð áfram. En þá auðvitað í þengslu við rússa því að þetta rússar voru meirhluta íbúa. Sko. Já. En stríðið sem byrjar á því að menn ætluðu að kála þessu sjálfstjórnarhéruð. Sko, eitt frá mér, talandi RÚV, sko, nú er RÚV búið að vera, sendu þarna eitthvað gott fylgkili þarna til Grænlands og hann er þarna, Hallgrímur held ég hann heiti, í öllum kvöldfréttum, reyna að tala á einhverju liði þarna og þetta er mjög áhugavert, sko, ég hugsaði bara, hvað er hæsa á ríkisbyrjunum, hann er búin að vera þarna í Grænlandi í 7 vikur, sko, en þarna, gaman að koma á anga, sko. Sko, er verið að búa til hræðsluáróður? Já, ég sko veit það ekki, þetta er sko ég segi bara svo kenndi öldrugur þingmaður, það er ekkert inn í umræðinu að fara að ráðast inn í annað náttúruríki og alveg sama hvað orðræðu Trump notar, sko bara gleymi því, sko ferði ekkert inn með hér þarna og þingi mun aldrei samþykkja það og mun ekki samþykkja það. Nei. Þannig en hann er auðvitað bara að þrýsta á Evrópu, sko. NATO hefur bara verið að herðum Bandaríkjana. Þeir hafa bara fjármagn þetta. Og þetta er auðvitað á sér sko sögulega skýringar að saman. Og nú er hann bara að segja, þessi tími er liðin. Nú er þið bara að taka þátt í þessu líka. Þið verða að borga líka í þetta. Við verum að hugsa stóru myndina og þar kemur Grænland inn í þetta. Öryggi hins frjálsa vestræna heims. Það snýst þetta, sko. Já. Og ógnin er náttúrulega svolítið frá Rússlandi og Kína, sko. Og ég held að þetta sé ekkert vitlaus hugsun, ég gæði vita alveg hvað það að gera. Já. En vandamálið bara hvernig þeir tjá sig og kannski sumar aðgerir svona má allan setja spurningamerki við. En hann alltaf bara getur gefa tómi eftir, sko. Bandaríkin eru bara miklu hnykkningaskeiði mjög lengi, sko. Já. Skuldir og allt og miklar. Þeir eru bara að fjármagna bara einhvern veginn heiminn, sko. Trump segir bara, nú, þessi tími er liðin. Nú eru bara allir að taka þátt og ég ætla að hugsa bara efnaði hérna heima og ég ætla ekki að láta ykkur fara inn tollfrítt og ég þarf að borga tolla fyrir ameríska vöru alls þar annars staðar. Það verður ekki þannig, sko. Nei. Sko, ég get það sama. Já. Sko, svo geðu eitthvað viðtölum við Trump alltaf þarna í einkaflugvélina, sko, þarna þegar blaðamennir eru þarna og það var einmitt spurður út í þetta bara, ætlar að fara inn í annað NATO-ríki og hann sagði bara,
já, ef það gerist, ég get alveg skoðað það, sko. Þannig eins og Brynjar segir, hann getur hann alveg... alltaf að ógna, og hann að menn segja, ok, heyrðu, þið getið fengið allt eitthvað varnarlið þarna sem þið viljið, sko. Já, klart. Já, og setur akkir. Þannig horfði ég á það, ég er svo sem engi spekuris og ég er ekki hernaðarsérfræðingur, ekki alþjóðasérfræðingur, en alltaf þegar ég heyri ykkur alþjóðastjórnmálafræðingar, alltaf eitthvað blaður, sko. Það getur verið að þessi miklu gáðar í þessu. Það finnst ólíklegt. Og ég ætlum að færa okkur aftur inn fyrir landsennina í íslenska vinnumarkaðsmódelið. Já. Og það nema og vilja bæta einhverju við? Nei, ég meina, ég hef miklar áhyggjur á þessu vinnumarkaðsmódelið mjög lengi. Já, það í búið Dynote, úrval veitingastæða sem að býðin, fjöldin allur, þetta alltaf dynote.is. Stærsti veitingastaður í Íslandi? Já, það það og það ertu með gjafabréf, borðapantanir, út með veislusæli, út með allt saman hana. Út með yngutinu líka. Svo ertu með yngutinu hana í Ónama. Stýraskútunni. Og svo það Orka náttúrunnar. Stóru málin í virkjunum ON og rekstri á 2025 hef við hlaupum við þá hundavæði. Árið í virkjunarmálum og rekstri einkendist af stórum tímamótum, metnaðarfullum framkvæmdum og mikilvægur samstarfi. Já, þeir eru ekki bara hlæsustöðuna, sko. Ef ég ætti að kjarna þetta, þá var þetta bara... Ef ég ætti að vera með slagur fyrir ON, þá verði það OS Cookin. Já, ON Cookin. Alltaf í eldhúsinu, sko. Og þeir eru þetta með bestu hlæðslustöðuna líka, en það komið að vinnumarkaðsmódelinu. Byrjum á því, sko, 800 manns á dag sem hringja sín veik á Reykjavíkurborg. Veikindan hlutfallið hjá öllum sveitarfélögum í kringum 7-8% samborið við 2-3% í einkageranum. Þurfum við að passa upp á sóttvarnina betur hérna á Reykjavíkurborg eða? Okkur veikist maður svo mikið Þetta snýst auðvitað bara það hvernig löggjöfin löggjöfin réttind og skyldur og bara starfsmanna sem búið að reyna að breyta áratugur saman og ekki verið hægt, sko. Og menn ekki haft kjark þor í að laga þetta. Nei. Þetta auðvitað bara afleiðing af því og þetta sko miljardar, 2 miljardar á ári sem þetta kostar, sko. Svo var maður að vona að þetta væri verra hjá Reykjavíkurborg, en þetta bara í öllum sveitarfélagum. Eða maður ekki að vona það, en þú veist... Þetta snýst bara löggjöfun og réttind og skyldur. Að því mér langaði að kenna samfélkingunum þetta, skilur? Nei, þú getur ekki eins og kennt þetta, sko. Þó voru langa sakaskrá, sko. En þetta hefur til dæmis eitt kjarkleysi sem ég hef talað skammaðist í mínum eigin flokki. Já. Því að tækifæri þessu var í ríkisstjórninni 2013-16. Einmitt. En hún var auðvitað upptekin við mjög mikilvæg mál og menn ætla síðan að gera þetta síðar, sko. En þá voru bara allt í hennu farnir, sko. Sko 800 manns, það fer ekki inn að segja mér að sé einhver kerfisfræðingar Cookin þarna, sko. Það einhverjir sem að vita bara sín réttindi þarna. Já, komst bara upp með, þú getur ekkert látið fólk fara. Nei. Og þetta svo verður þetta bara svona mentalitet, sko. Fólk fyrst að bara vera réttindi eða fyrst að bara allt í lagi, menn ekki að horfa á skyldu sína, sko, menn horfa meira meina bara réttindi sín. Og þetta víða í samfélaginu, sko. Og ég meina svona gamall íhalskaldur sem ég þolið þetta ekki, sko. Nei. Ég sagði við þig að með syni minni sem úlinga og var að redda hann einhverstað vinnu, sko, þið mætið alltaf. Já. Það er bara alltaf hann. Nefnum sér bara með 40 stegi hita heima, sko. Sem menn eru almennt ekki á sömri, sko. Ekki segja bara, heyrðu, ég var að horfa á vídeotöklu og 3 nótturna og ég bara nenni ekki vinna. Það var ekki búið heim hjá mér. Nei, það kemur á orð. Og ég, veist, þetta bara, sko, þetta eru gagnkvæmir samningar. Menn bara að halda þá. Menn líta alltaf sem einhver réttindi. Þetta alveg eins og mikið vandamál með sér einkageranum. Þegar einhverjum sagt upp þar og gengur til lættis og fær, sko, veikindavottor og það getur ekki unni uppsáðsfesti. Já. Þú getur ekki sagt, sko. Nei. Og þetta auðvitað bara, veist, ótrúlegt einhvern veginn ástand í þessu. En sko, þetta mesti vandi vinnumarkaðs það að menn taka ekkert mið af því efnahagsástand sem hverjum tíma þurfa að semja. Nei. Þú getur bara knúið hvaða kaupa eitthvað sem í gegn. En þá bara kemur hún fram í verðbólgunni síðar, sko. Já. Og og þetta system löngu úrelt og það enginn í þessu lengur. Það alltaf Íslingar, þeir alltaf í verkvöldu, sko.
þessi háluna flugumferðarstjórnir og þetta auðvitað ekki boðlegt í dag fyrst mér. Þannig að menn verða að koma einhverju skikki á þetta. Það voða erfitt. Því menn eru bara á móti þessu. Þeir vilja geta knúið á hvað sem og stoppað allt atvinnulífið þess vegna. Sko, við vorum að tala um Reykjavíkurborg fyrir 30 árum síðan og hún var svo frábær. Sko, ég velti fyrir mér, Brynjar, aftur út aðeins eldri en við. Fyrir 30 árum síðan var það þá jafn mikil veisla að vera opinber starfsmaður og þeir í dag? Hærri laun, meiri réttindi, þar deila ekkert að vinna? Nei. Sko, launin voru ekki alveg há eins og á almennamarkaðnum, en höfður ýmis réttindi meiri í staðinn, sem var átt að bara samið oft í samningu. Þannig að, og lífeyrisréttindi kannski óþyngst þar. Það var margt annað. Þú hafði líka meira atvinnuöryggi. Það var ekkert sagt upp svo glatt. Það var mjög flókið og þess vegna var það rökstuð með þeim hætti að opinberir starfsmenn höfðu kannski lægra tímakaup eða mánaðarlaun og ekkert óælt við það. Sko. Svo áttur að jafna þetta og svo þetta jafnað og lífeyrir svona réttindi jöfnu, sko, en það margt annað eftir. Sko. En sko launahækkarnir hafi verið opinberir starfsmenn hafa leitt þar. Já, 100%. Sem bara mjög vont og óeðlilegt. Og það hefur bara verið þannig að allur hagvöxtur sem orðið bara frá 2014 sem mjög mikill, sko. Hann hefur allur farið í launahækkanir. Þess vegna eru við alltaf inn í það skuldinni, sko. Þetta var allt tekið bara í launahækkanir. Og þetta er sko þetta er ekki þekkt í mannkynssögunni þessar hækkanir sem verður, sko. Nei, sko það er eitt sem kom með spáns fyrir sjónir að því að allir sem kjósa Samfylkinguna eru opinberir starfsmenn og fleiri auðvitað, en ég held að allir opinberir starfsmenn, kannski nema Brynjar sem reyndar ekki lengur opinberir starfsmenn kjósa Samfylkinguna þeir allavega að fara að afnema þessa áminningaskyldu sem að mér leist alveg mjög vel á og var svona viðreisnar hægri mál, fannst mér. Var þetta minna hirtum þetta núna? Var eitthvað minna hirtum þetta reynda núna? Já, það er að þetta er svo sem ekkit verið að afnema neitt held ég í raun. Nei, en væri þetta ekki brilljant? Þú átt bara í venjulegum störfum. Veist, það er engin munur á einhverjum kennari í einkaskóla eða kennari á, þetta er bara starf eða húsvörður á ríkinu eða húsvörður á einhverju fyrirtæki. Lagermaður á ríkinu og lagermaður hjá fyrirtæki. Þetta er bara sama starfið, það er bara mismunandi atvinnurekandi. Akkur munur á því hver atvinnurekandinn er. Þetta er auðvitað eitt það sem er löngu úrelt og löngu tíðanbært að laga en næst ekki í gegn. Verkefnishreyfingin bara stoppar það. Og þingið hefur auðvitað ekki haft kjark til að gera þetta bara. Nei. Og þess vegna er þetta svona og þetta hefur skapað alveg ótrúlega mikið tjón fyrir atvinnulífið og fyrir þjóðina þá alla, sko. Því að það er kannski allir landsmenn búin átt að segja því að velferð er að fyrir eftir hvað fyrirtæki skaffa, sko. Já, klárt. Og þá veltum maður fyrir sig að þegar vorum að tala um í byrjun þáttar að þessi vinstri vængur, sem vinstri stjórnum búin að vera 30 ára Reykjavík, sko. Af hverju er ekki löngu búið að gera eitthvað ís? Já. Það er bara, ég hef ekki svar við þessu. Nei. Ég held að það sé alltaf sama svari, kannski bara kjarkur. Já, kjarkur. Já, kannt ekki pólitík. Það var ekki það sem ég hef alltaf fátir í sögunni. En mínir uppáhalds stjórnmálamenn þeir sem bara það er ekki bara óvinnsar ákvæðin sem allir vita að þurfa að gera og verða svo bara kostir út til 4 ár. Já. Ég myndi verðinu þá og gefa mér fólkáruna. Sko. Já. Bara þóra þessu. Sko. Já. Því að þeir eru búin að framkvæmda munu hinn ekki þóra að fara tilbaka því þeir vita þetta er rétt. Já. En þeir þurft ekki að gera þetta. Þetta er þessi aðstöð sem misti síðan sætið sitt. Já. Þegar þú segir að þá er þetta náttúrulega kannski ekkit sérstaklega vinsælt topp. Nei, það er alltaf fólk til alltaf að vera að vega hagsmunu þeirra, sko. En þeir menn er ekkert að horfa á heildarhagsmununa sem hagsmunum þín eru líka þar undir, sko. Já. Þetta er alveg eins og með flokk fólksins og allt þetta, þú veist, akkur ætti ykkur, hvað ætli séu 20% af fólki að vinna aldrei með örorku. Þetta er absolutt stór kjörstofur. Já, einmitt, á hverju þetta að tala á móti því? Já, allar þú bara segja, heyrðu, nú er ekki til peningur til að gera neitt fyrir því núna, sko. Einmitt, nú fyrir að tækla þetta.
kjósið, nei. Er það svo? 20% af vinnandi fólki? Já, vinnu aldrei, sko. Á vinnu aldrei, já. Já, einhver sagði mig það. Ég þóri ekki kannski að fara með Sagt þér fyrirvara. En það opbáslega stór hópur. Sem fer stækkandi. Já, ef þú tekur frá 18 til 67, þá séu 20%, já, með einhver öðru. Já, einmitt. Bara til að slúta þessu, við sjáum... Og svo önnur 20% hópur í starfsmenn og, ég meina, hvernig ætlum við að keppa í samfélkinginu þessu einhverju? Nei, það eiginlega ekki hægt. Og þetta eru svipur hlutföll, Brynja að tala launahækkanir á, við tölum veikita hlutföll á, þetta eru eiginlega svipur hlutföll þar, almenni gerin, engagerin með svona 2-3% launahækkanir ári, en ríki ger alltaf gott betur og með 7-8, jafnvel 10% launahækkanir, sko. Þannig að höfrung... Stelu bara dýrmættu starfskröftum úr engagerin og þeir geta búið hærri laun. Já, einmitt, sko. Þetta getur alltaf gengið til lengdar. Nei. En við ætlum ekki að vakna, þessi verkefæðisfórta, þetta ASI er nú bara algjörlega út á túnni. Sko. Algjörlega. Og þegar komum við eitthvað inn í umræðana, sko, þá er allt einhvern veginn út í móa, sko. Ég heit ekki á hvaða plánuð þetta fólk lifir, sko. Nei, sammála því. Og það er svo góð, ekki góð vinna þáttarins, jú, hann er góð, hann er aldrei komið. Þorsteinn Pálsson talaði ef við förum í ESB, og ef við ætlum að ná stöðuleika í efnahagsmálunum, þá þurfum við að ná kontról og kjarasamningnum og annað. Þá segir Bjarni Ben, nei, við þurfum að gera það fyrst. Þá getum við verið með hvaða gjaldmiðil sem sko. Já, ég held það. Ef þú hefur kontról á þessu, þá getur haft hvaða gjaldmiðil sem og en þegar við förum alltaf fram úr okkur í þessa samningum, ríki fer fram úr sér í útgjöldum ríkisins. Þá skiptir engu máli, sko, hvort þú sem í ESB eða eitthvað stannast. Nei, klart. Eða hvað gjaldmiðlum. Verður að laga þetta. Já. En það er bara engin sérstakur vilji fyrst mér í samfélaginu með það. Menn munum kannski ekki átt að sjá sem fyrir allir komið í öngstætti. Já, og þetta er rosa mikið svona fíllinn í herbygginu dæmi. Það er svona að viti þetta allir, en það gerir enginn eitt í þessu. Nei, það þorið ekki. Nei. Nei, það er bara það. Því missa þingsætið. Já, einmitt. Já, það verður að gera eitthvað í þessum öfnum. Er það síðasta leiðurum fyrir riddara? Já, og það er að renna upp fyrir mér að ég klikka aðeins. Já. Það hefði verið svakalega gaman að gefa Brynjari happatreyju. Já, það hefði verið gaman. Já. Klúraði þar. Þetta besta leiðin til að stækka treyjusarmi, en þú bara velur stærð pantar á síðunni og fara... Hvað ert þú í enska aftur? Það er akkurat það, sko. Tottenham. Já, það er brekka þar núna. Það er alltaf brekka þar. Það er allt mitt líf. Það er urðu þessi tvöveldi-meistar þegar ég var eins ás. Já. En þá var ég ekki byrjað að halda með þeim. Hver er þinn uppáhalds Tottenham-leikmaður? Allra tíma. Alla tíma? Mér fannst það nú alltaf skemmtilegastur Martin Peters. Já. Sem kom frá West Ham. Þetta er sko einhvern tíma 1967-8 sko, þetta er svolítið síðan. Mér fannst hann alveg opbóðslega skemmtilega, hann var heimsmeistari með Englendingu 66. Já. Og svo það var náttúrulega Ossi Ardiles þarna. Já. Mér fannst það mjög skemmtilegur. Þú gefur ekkert fyrir Harry Kane eða Gareth Bale eða eitthvað? Nei, Gareth Bale hann alltaf hæfileika sko, típan sko. Þetta, veist já. Þetta er svona eitthvað kynslóð þetta er nýji skólin eitthvað nýji skóli sem hendaði mér illa í hans maður og það sem menn voru bara fókusur og svo sér maður alveg menn með alveg rosalega mikla hæfileika kunni ekki að nýta það því persónuleikin er bara ekki nógu öflug sko. Það er sorglega oft í þessu sko. Þú getur ekki tóttan að trefja happatreyjum? Það er hár rétt, happatreyjum.is en sko ef við förum í útlendingamálin, þá sjáum við að Viðreisn er að búa harða innflytjandastefnu og taka upp það sem er kallað norsku leiðina, einhverju vilja nú meina að þetta sé sjálfstæðisleiðin. Fyrstu niðurstöðu benda til að gríðarleg fólksfjölgun á Íslandi undanfarin ár stafi ekki af stefnu, heldur algjöru stefnu leysi á liðnum árum. Íbúum Íslands hefur fjölgað rúmlega 50.000 frá 2017. Hlutfallsleg fjölgun hefur verið 15-föld á við Evrópumeðaltal og nær 4-föld á við hinn Norðurlöndin. 2/3 hlutar af þessari miklu fjölgun hafa verið bornir uppi af erlendum ríkisborgurum. Og þetta gerist auðvitað á vakt Sjálfstæðisflokksins sem að held á dómsmálaráðuneytinu í öll sár. Eru Viðreisn og þessi ríkisstjórn að grípa nú fast í taumana? Nei. Það er enginn að gera það. Og enginn alltaf sér greinlega að gera það.
þið kannski munið ekki en það fór fram starf á þinginu 2015-16 þverpólitískt starf að búa til ný útlendingalög sem eru gildi í dag og En 2015 voru við ekki bara í fínum málum þá eða þú veist þannig? Jú, þetta var ekkert vandamál þá sko. Nei. Og ég sagði við formanninn og minn þingflokk að þetta var svona þverpólitískt og þetta var bara samt sko stjórnarfrumvarp, þetta samið öllum og allir eru náttúrulega að vera með og ég sagði, ég gæti það ekki, ég sagði bara við Bjarna á þingflokkin þessi löggjöf mun leiða til þess að við munum missa stjórn á landamörum mjög fljótt og ég man svari hjá Bjarna það er að den tíð, den sorg ef það gerist þá tökum við á því Það er stórt síðan þau alltaf var að taka á þessu þá voru eftir komin í stjórn með VFG og þá var ekki tækt að taka á þessu og aldrei en málega það, þegar menn voru að búa til þetta frumvarp þá voru þetta sérfræðingur í heimi búin að vara okkur við þessu sko var það þessi en annars stað? Ég var ekki að finna þetta upp sko nei. Ég er engin snillingur í þessu ég bara las gögn menn sögðu bara, ef þið ætlaði ekki alltaf svona þá munið bara að missa stjórnar en þetta var þverpólitískt það var svolítið dyggðarskreiting við ætlum að taka hérna sko, fyrir okkur er sko, hælisleitendakerfi er bara þýðir ekkert, það er bara dautt með þess að eru danski krata búin átt að sjá því sá sem kemur til Íslands er ekki að flótta Nei því hann er einhvers staðar í Evrópu, hann er komin flóttin er búinn sko. Já. Og ég segi, ok, við auðvitað verðum að taka okkur einhvern skerf á þessu vandamáli sem við að ráða því sjálfir hverju tökum inn og hvað forsöndum og svo framvegis það skiptir máli fyrir svona lítið samfélag mín skoðun er svo sko, ef þú fer núna og flýgur til Bandaríkjanna og lendur á Kennedy-flugvelli hvað heldur þið gerst þú segir, ég ætla að biðja hæli fara heimtíðin bara næstu við út sko. Það ekki? Já það er ekki tekið að mót með að segja, hvar viltu helst búa hvað þarftu mikið pening til þess að hérna og svo farðu hérna aðstoð og svo förum við yfir hérna umsóknirðina svo hérna, nei, þú uppfyllir í skilyrði alltaf að vera að sækja þig finnur hann ekki sko. Þetta kerfi gengur ekki sko. Ég er ekki að segja það að við erum ekki að taka einhvern þátt í einhverjum flóttamannavanda í heiminum en þú gerir það ekki í þessu kerfi þetta er bara algjörlega galið og ef menn sjá þetta ekki þá þeir ekkert að hugsa sko, hagsmuni þessari þjóðar En hvaða niðurstaða kom þarna 2015 þegar þetta var ekki orðið vandamál hérna á Íslandi? Hvað ætluðu við að gera? Hver var stefnan í útlendingamálum þá fyrir 11 árum síðan? Já, það, eins og þessi lög eru bara, ég menna að þú getur bara lent hér og svo byður hæli og svo hérna verður bara afgreitt með að verðt hér og eitthvað svona og hérna og alls konar dótari sko en sko það er sitt hvort að koma þetta inn sem hælisleitandi eða koma hérna og fá atvinnuleyfi og dvalarleyfi ég er ekkert að móti því fínt að fá útlendinga að vinna svona verk og hérna og tala ekki um þessi vantar fólk og svona og hérna menn vera svolítið frjálslindi mín vegna sko í atvinnuleyfum og dvalarleyfum sko það er allt annað heldur en að fá sko alþjóðlega vend með því að bara lenda hérna sko. Og ég held að alltaf fleiri og fleiri átt að sjáu hvernig Evrópa reyna að bregðast við svo alltaf seinir sko en allt þetta fólk að vara við þessu það var fullt að sérfræðingur sem viss alveg hvernig þetta hefur verið annar staðar endalaus að viðvarna bjöllur sko, þeim var klingt í eyra á okkur sko. Það hagga okkur ekki við vorum einhverju dyggðarskeytingar móral hana og hérna og ég sagði bara, ég get ekki greitt atkvæði með þessu ég mun ekki greitt atkvæði með þessu það var illa séð sko. En ég bara lýsti þessu í ræðu bara atkvæðislega bara atkvæðskýring akkur ég er ekki með að ég bara sagði þetta er bara Pandora box sem þau eru opnað hérna og við erum mjög svo tökuna sem og gerðist bara á 2 árum sko.
þegar þessi löggjöf var sett, var verið að rýmka eða herða löggjöfina þá? Það var verið að rýmka heil mikið. Það var verið að rýmka hana bara? Frábært. Mjög gott. Já, sko, kannski, ég veist, löggjöfin var ófullkomið, skilur. Það þurfti auðvitað, en það var bara útlík eftir sem bara hendu öllum út, sko. Það bara, einhver embættismaður bara ákvað það, sko. Þú veist, bara út með... Lögreglustjórinn á Reykjavík. Já, það var einn starfsmaður lögreglustjórinn, þetta var bara... Nei, hún kemur ekki hérna. Bara út með því strax, sko. Þetta var ekkert flókið, sko. En menn voru einhvern veginn orðið svo göfugir og deyðaskreiting í gangi, sko. Ég sagði, ég allur að vilja gera þess að hjálpa fólki, sko. Já. En ég ætla ekki að missa tökir á landamærinu á fullveldinu, sko. Já. Sko, það vakti mig svona smá, hvað maður að segja, það var áhugavert þegar ég lendi á Keflavíkurflugvelli daginn að þá eru þeir aðeins greinilega byrjaðir að, ég ætla ekki að segja rífa sig í gang, en það er svona búið að auka eftirlitið dálítið því að ég var valla sko komin af rananum sko frá flugvélinni og þá voru bara svona 4 lögreglumenn sem fóru að skoða öll vegabréfin og annað, þú veist. En ég segi bara, eru of seint að fara að laga þetta núna? Nei, ég held þessi ekki of seint, sko. En ég meina, við vissum ekkert þetta fólk, sko. Nei. Það hendi ekki hérna vegabréfinu bara í flugvélinni. Þú vissi ekkert þetta. Þú vissi ekki hvort þetta var hryðjuverkamaður, þú vissi ekki hvað, þú veist, bara stæði ég að fara á Sýrlandi eða hvað sem sko. Þú veist ekki þetta, sko. Nei. Þú veist ekki forsögun, kannski aldrei kannan eitt. Svo hann bara inn í landinu, þú veist ekki meira það. Svo þú er búin að hafna honum, þá bara finnur hann ekki. Nei. Er það að gerast í fyrra náður einhverjum umferð eftirliti sem hann búin að vera 3 ára að leita eða 3,5 ára, sko. Veist, þetta er bara eitthvað rugl. Já, og þetta er að gerast ítrekka fólk... Já, ég meina, svo verður þetta fólk bara utangátt og í hvað fer það þá? Bara skipulega að glæpa það sem þetta vita allir. Já. Og þetta er bara heimatilbúið. Hvernig lögum við þetta? Já, þú bara stoppar hærislega. Bara fer enginn inn hérna neðan með settu ykkur leyfi. Já. Og hvað með þá sem eru komna hingað? Já, ef þeir uppfyllir ekki sko skilir þá bara fara með það út. Og það er bara þess vegna er brottfarastöð hugsunin. Já. Og voru fyrst að finna þetta fólk. En heldur að Obba eða Viðreisn hafi farið bara í skúfunni eða þér og Jóni og Guðrúnu og farið að fylgja þeirri stefnu? Já, það er ekkert nýtt þarna. Þetta er allt til í ráðundinu. Skildu þetta allt eftir í skúfunum? Já, ég meina sko, við Jón reyndum að gera heil mikið sko. Og lögum heim að vinna við þetta. Bara því við vissum það, við vorum búin að missa tökina á þessu. Veist, ég meina, allir sérfræðingar er áðunendur og allir sérfræðingar í kringu þetta. Við vorum ekkert vissum ekkert allt ef við komum inn. Og þá bara, veist, svona er þetta. Allir látið að vera svona áfram. Er pólitík búin að ákveða það að hafa þetta svona áfram? Já. Verður ykkur á góðu, sko. Komum bara sérfræðingar, veist. Og ég geti sagt ykkur góða sögu því að síðast embættisverk okkur á voru við reknir og hittum við útlingaráðandi í Danmörku. Já. Og við vorum að ræða þessi vandamál við þá, sko. Og svona þessu, já. Þið eruð algjörir fáiðar, sko. Íslingar, bara algjörir fáiðar, sko. Þið áttu tækifæris að láttu ekki farið sama villisun og hérna löndin í kring. Þið nýttu þetta ekki. Það gera bara fáiðar, sko. Það máttu ekki tala þetta. Já, og þessu, við vorum samanlega að vera svo miklu fáiðar að sennilega hefur verið mistökkjað okkur að slíta sambandslandsamning, sko. Og við ættum bara að gerast aftur hluti að Danmörku, sko. En sko, þeir skömmu okkur eiginlega. Hvað er það að hugsa? En þeir eru búin að vera núna alveg í 10-20 ára að reyna að vinda ofana hjá sér, sko. En ég meina, svo verður bara umræða þetta, byrju fólk sem var bátt og byrju hvað hérna er að ykkur? Þetta er ríkt land og eitthvað svona, sko. Hvernig ætlar að svara þessu? Já. Erfitt. Já, það er erfitt. Erfitt þegar við stöndum ekki fram fyrir einu vandamáli. Þú ert að búa til alveg ótrúlega vanda, samfélagslega vanda. Vegna þess að stór hluti af þessu, alveg ótrúlega stór, miklu meira heldur menn áttu að sjá. Er hér bara þetta í skipulega glemast. Kemi er auðvitað búin að kveða okkur, samt okkar menn, voru hjá okkur lengi. Takk fyrir komuna, Kemi, takk fyrir allt. Hann er núna allir að velja blössvöru. Já, hljómar heldur vel. Ekki vikunar, heldur mánaðarins. Þeir gerðu þeir raun og veru sjálfur, sko. Þetta er vara mánaðarins á blöss.is. Það fyrir gallana ekki? Það fyrir eftir hvernig skilgrinir það. Já, sko. Meinar, þetta gæti, já, þegar þú segir það. Þú veist, hvort það gerir meira fyrir þá eða þær, ég veit ekki, en þetta er kort. Sumt er nú reynda bara fyrir þá, sko. Sko, já, fyrir það sem hlustu á komið gott þáttinn, þá er þetta hvort lífsstykkjarringur. Og setur þetta á lífstykkið þitt. Já, lífstykkið þitt, já.
og það í raun og veru verið að gefa þetta 30% afsláttur af vöru mánaðarins. Sælas. Já, það bara þannig. Og Giggo. Já, fyrir þá hlustendur sem eru ekki með Giggo-appið, þá ætla ég að biðja ykkur að fara inn í App Store núna og setja inn Giggo og ég ætla að koma með 2 reynslusögur handa ykkur. Já, mögulega eina, ég tek bara 2 af því ég í stuði. Nú ég ekkert sérstaklega handlægin eins og kannski fólk veit. Men eftir að vita það, ég var að hlusta. Verður þú að þetta vita það? Kemur fólki kannski sérstaklega óvart, en ég var að kaupa nýju uppþvottavélindaginn og ég hugsaði bara, heyrðu hvað ég að gera, ég þarf að farga hinni gömlu sem var ónýtt og svo þegar ég að fá nýjan aðila til að koma þetta inn og setja þessa nýju saman og taka gömlu. Sett hérna á Giggo, bauðu í þetta, hefði það komið gaur á korteri, tók 5.000 kall fyrir það að taka gömlu uppþvottavélina, setja nýju upp, við veit ekki pæli í þessu. Í staðin fyrir að við kona hefðum fyrir að rífast og mögulega skilnaður, þá bara bjargaði Giggo lífin minna. Alvöru. Já, þetta alvöru. Þannig að ég ætla að eiga hina söguna eftir en ég er haldið 30 samanlega og ég bara Giggo græja það, bara sama hvaða gig þið þurfa að græja, þá er það Giggo. Takk. Það samt, sko, það skrítið að horfast í augu við það að á þessum tíma, 2015, 16, 17 þá blasti þetta við í Svíþjóð og öðrum Norðurlöndum. Þetta væri vandi, en hér á Íslandi gerði það ekki. Og þá búið erfitt að mæta þessari gagnrýni sem hún nefnir. Já, Sjálfstæðisflokkurinn. Maður bara útrópaður sem Sjálfstæðisflokkurinn ber alveg jafnmikla ábyrgð hinn og hann þorði ekki að gera neitt. Þeir þorði ekki að gera neitt, sko. Og þrátt fyrir að við vorum að vara við þessu og margir sjálfstæðismenn bent á landsfundi 2015 og voru bara púaði niður, sko. Þannig að þá voru bara sjálfstæðisflokkurinn bara í sama farvegi allir hinni flokkarnir. Við erum svo góð og við getum meira og á þess að hugsa til enda. Voru að hugsa til enda. Hlusta á varnar orðin á þeim sem þekktu þetta. Höfðu glímt við þetta áratuginu undan. Sko. Sjáum það að útlendingar eru 69% nýra íbúa frá 2017. Þetta skiptilega sem Oppa kom með. Já, ég meina 69%. Ef þú ferðin í afbrotahópinn, sko, þá ansi stór hluti með útlenskt nafn, sko. Já. Á þess að vera of svartsinni þetta, en hægt á að við Íslendingar verðum mögulega bráðum útlendingar í eigin landi? Nei, þú verður alltaf útlendingar en þú sko, veist, þetta skiptir máli hvers frá fólk að koma. Hvort að það sé með sambærilega menning og gildi og lífsgildi og þú sem getur auðvitað aðlaga þjóðinni en það ekki veist að allir geti það. Nei. Og þú bara býr til nýju vandamál eða hverju ári, sko. Já, og við erum nú mikið að tala um velferðarsamfélagi og annað. Já, þú getur gleymt því að vera með einhvern velferðarsamfélagi ef þú hefur opið landamæri. Er það ekki? Algjörlega. Já, og fólk ekki búið átt sig á því. Ég meina, sko, öfgafullir frjálshyggjumenn segir bara öll landamæri brotin. En það þá ekki hlutverk ríkisins að framfæra. Þú voru bara á eigin vegum, sko. Já. Og rettaði sjálfur, sko. En það áhugaverð þróun eins og segir að sáum við reynda viðtalið Kristrúnu í Heimildinni í síðustu viku sem var að tala um að meiri sem hún getur tekið undir margt sem miðflokkurinn að segja útlendingamál. Þannig að eins og þú segir, það allir flokkar búin átt sjá þessu. Já, þetta er spurning að taka undir, þetta er bara spurning að horfast í augu raunveruleika, sko. Þetta er ekki spurning að taka undir einhver skoðanir miðflokksmanna. Ég held þetta er bara spurning að horfast í augu raunveruleika. Og Sjálfstæðisflokknum er treystandi til að laga þetta? Ég meina, við reyndum það. Aldeilis. En við fengum bara þau skilaboð frá VG viljið það að við fyrir að fara að taka til á skrifstofan okkar, sko. Já. Bara þannig. Það var bara sagt, stjórnarsamstæðinu lokið ætla að gera þetta. Já. Men verða bara átt að segja á raunveruleikanum. Sjálfstæðisflokkurinn var alltaf undir í þessu. Hann var undir á þinginu í heildina. En hann var eini flokkur sem hafði þó einhverja burði, eða einhverja tilburði til þess að reyna að hafa einhvers konar stjórnarlandamærum. Hvar voru Viðreisn og Samfylking þá? Viðreisn var nú ekki til þá. Já. Ég er líka að tala bara þegar þið voru ríkisstjórn. Þá var Viðreisn ekki til í þetta. Nei, börðust bara alveg hrópa upp á köllum frá Sigmari og Kó, sko. Við vorum bara rasistar og Jón var teiknar í nasistabúningi. Já. Þessa flóttamannastöðvar, eða það má ekki kalla þetta, hvað heitir þetta? Úrræði í Keflavík. Væri það ekki bara fín lausn eða?
ég bara kom og brottfarastöð. Já, ég meina, en sko, veist, einhver komustöð og gist allir hann einhver langa tíma hann að taka ákvörðun. Sko. Í staðan fyrir að segja bara, heyrðu, nei, þú fer ekki inn, þú getur skilja eftir umsóknu hérna. Já, og ringi mig þig. Við ringjum bara í þig, sko. Já, klart. Það fyrir að hafa einhverja dýra hérna brottfarastöð sem bara fullt af einhverju fólki og það er mjög erfitt að loka það alveg inni og það kemst alveg út úr því og svo hverfur það og þetta er bara gjössalega vonlust. Já, þannig að eina leiðin í þessu, ef þú myndir taka við sem dómsmálaráðherra á morgun og vera með... Bara að loka hælisleikjum. Já. En ég ætla að vera alveg þáttakandi í alþjóða flóttamanna og hérna, hvernig er mann alltaf skipuleggja það og hvað við getum tekið marga inn á hverju ári og þá hverja, sko. Já, mikið tala um Úkraínumenn og Venezuela, en þetta er kannski miklu meira en það? Já, ég meina, fæstir að þeim flóttamenn í þeim skilningi, sko. Já. Nema þeir eru þetta bara að koma sér undan ákveðin ástandi, skýralegt, ég gerur öll sjálfur, sko. Já, klart. Herra, það koma að rittaraspurningunum sem eru aðsenda spurningar og við þökkum ykkur kæra hlustendur fyrir að beða hlusta og sendir spurningar á hann Brynjar sem við búum standa sem eins og hetja þetta í kvöld. Fyrsta spurningi Brynjar, er tækifæri til hagræðingar í stöðugildum í ráðuneytunum núna þegar Björn Leví er ekki að koma fyrirspurning fram úr hófi? Já, það létti mjög álagið að þeim. Nei, sko, ég hef alltaf verið þeirra skoðuna, sko, ráðuneyti sem eru þetta æðsta stjórnvaldið. Ráðherran er æðsta stjórnvaldið. Þar þurfa að vera besta fallþekkingin. Og ég hef alltaf viljað styrkja þau í staðan fyrir að hafa alls konar úrskorarnefndir eða einhverja stjórnsýslunemndir út og suður sem er kallað sjálfstæðar og eru sjálfstæðsakalluð sem bara taka einhverja vitleysis ákvarðanir, sko. Veist, við frekar hafa bara öflugur ráðuneyti og fækka þessum nefndum og hópum og þessum drasli út og suður, sko. Það er nú mín skoðun. Því að ráðuneyti kringum ráðherran, því ráðherran, sko, menn gleyma þegar í stjórnarskránni ber ráðherran ábyrgð á öllum stjórnarráðum. En hann getur það ekki ef það er einhver sjálfstæð úrskurðarnefnd. Sem hann eins og í ræður ekki sem hverju eru í. Nei. Að hann taki ábyrgð á slíkum ákvörðunum. Þetta er orðið eitthvað dellum auk, sko. En þetta er einhvern veginn gerst vegna þess að ráðherrar vildu einhvern veginn hafa bara ráðuneytið einhvern veginn bara sitt svona pólitíska umhverfi og hérna taka, sko, hjálpa að taka pólitíska ákvörðun en ekki vinna störfin. Og ég held að það, með þess að sjálfstæðarflokkur ber svolítið ábyrgð á því, ég held að það hefur verið mistök. Já. Sem fyrrverandi annað varaforseti Alþingis, hvað finnst þér framistöðu þingforseta til þessa? Mér finnst það hafi verið afleitt. Sko, mín skoðun er svo að þingin hafi verið illa stjórnað og stjórnað með miklu offorsi eins og gerist í þessum málþófs öllu dótari þetta fólk var náttúrulega óvantið að stjórna og alltaf bara hérna vaða áfram á frekjunni og þjóðinni með þeim. Þið eru bara vonda fólki þeirri málþófi, sko. En svo er alltaf mjög mikilvægt og menn gleyma því stundum. Forsetinn er ekki bara fyrir meirhluta, sko. Hann er forseti Alþingis og hann þarf að hafa sæmilegt jafnvægi. Þessi forseti hefur ekki haft það. Nei. Og Elendis pakk. Allt er lagi að hugsa það, sko. Já. En sko veikleiki hennar er það að halda ekki jafnvægi. Það er mjög mikill veikleiki forseta. Þú hefur aldrei séð Birgir Ármannsson. Hvað heldur að mér hafi langað að segja við Píratana þegar ég var í forsætstól? Já. Og allt ruggli sem kom þaðan út. Og dellan. Ég bara hélt aftur að mér, sko. Já. En sko verið að segja Steingrímur sem er mjög pólitískur maður. Það hélt alltaf haus, sko. Já. Mér segi þetta kom jarðskjálfti og hélt hann haus. Já, hann var eins og við kontróla. En þetta er sko mikilvægt jobb, sko, forseti, sko. Því hann þarf svolítið að sko eiga við alla flokkana og það ákveðna típur bara ráða við þetta en aðrir ekki, sko. Já. Einhvern veginn hef ég á tilfinningu að þessi forseti hafi ekki sýnt tilburði til þess að ráða við þetta. Kannski eitt sem við glemtum að ræða kannski þroskast og nú verður betri, ég skal ekki já, vonandi og sko minni velfarnar
eitt sem við gleyndum að ræða, við erum að tala um stór ríkisstjórnarnar, þetta kjarnorku ákvæði, eða meirhluti kallar þetta núna lýðræðis ákvæðið. Það er ekki verið notað síðan 1700 súrkál, en þeir ákvæðu að gera það. 1950 eitthvað held ég maður. Já, nei, ég meina, við höfum rætt þetta oft og hugsað þetta mál þó var allt þegar við vorum í meirhluti. Já, þetta ákvæði þetta staða þá. Já, við hugsaðum ég var að láta þetta bara taka þetta alveg í gíslingu. Svo bara endanum var einhvern veginn sami, þú mistir þín mál einhver sem töldu mikilvæg og ráðherrarnir alveg brjálæðir við því og þeim var það allavega annarkvort bara tekin út eða senkað. Núna var það bara ekkert búið. Nei. Þeir hefðu getað klárað miklu fleiri mál. Hefðu bara sett þetta viðurkennda mál á haustingið og leyfa þess aðeins að gerjast og sjá betur hvar villurnar væru í því. Það veit ekki mál, þá ná miklu fleiri málum í gegn stjórnin. En þeir ákveða bara, við ætlum bara að klára þetta, höfðu þetta bara eina mál á dagskrá. Þetta held ég hafi bara mikil mistök hjá ríkisstjórn að gera þetta. Þeir gáttu bara, ég held að stjórnarandstaðan var bara að biðja það, fram til haustu og skoða þessu atriði. Já, en upp á fylgið að gera var þetta örugglega fínt. Já, en fylgið er fallvalt, sko. Já, og held að menn sjá þetta og endan þetta er allt mistök og tekur allt tíma. Já. Klart. Hafa miðflokksmenn eitthvað borið í víurnar varandi frambúð í borginni? Miðflokksmenn tala oft við mig. Ég er mikill vinnur þeirra allara. Begga, Sigmundar Davíðs og Binga og Sigríðar Andersen. Okkur var nú hent út á sama tíma, okkur Sigur. Þeir ræða oft við mig. Þeir er ekkert að fela það. Þeir telja að ég meiri samleið með þeim heldur Sjálfstæðisflokknum. Já. Og þeir eru þetta tvölum oft saman. Þeir eru miklu vinir. Já. Hugur ekkert fyrir að reyka? Við langaði ekkert að skipta leið? Nei, já, ég hef nú bara sagt svona við menn almennt, bæði við minn eigin flokk og miðflokksmenn, ég spyr það nú eftir, er eitthvað gagnið því að fá okkur aftankaðan stjórnmálmann aftur inn, sko? Já, ég meina, hann eldi þessu gott rauðvín, það er eins og að sé búin að fara í tíma vel en þessi maður, sko? Já, nei, ég meina, menn höfðu bara rætt við mig, einhverju þetta vegna virðist vera einhver staðar eftirspurt eftir mér. Já, annars verðum við ekki að fá þig hérna. Annars verðum við ekki að fá mig hérna. Og það er kannski að því ég segi kannski meira heldur en menn almennt gera. Skilur ekki pólitík? Nei, en svo er vandamáli ég skil ekki pólitík, sko. Og þess vegna það þetta situr margt í mér eftir tíman, sko, og það var svolítið endast eftir ferill hjá Sjálfstæðisflokknum, sko. Já. Þeir treystur sér ekkert að gera með að ráðherra. Þeir hendur mér úti í prófkjörinu 2021. Og þá geta menn spyrja miðflokksmenn, veitu hvað, akkur þetta hangið svo Sjálfstæðisflokki? Já. Alveg eðlileg spurning. Mjög eðlileg spurning. Og þeir telja ég bara meira sameigild með þeim heldur en Sjálfstæðisflokknum. Já. Ég er náttúrulega sjálfstæðismaður og þessi stefna er þarna, sko. Já, hún er þarna ennþá. Já, hún er ennþá, sko. Já. En ég er bara, ég hef svona nokkurn veginn, ég hef eða svolítið frá mig svona frekari pólitíska feril, sko. Ég hef verið mjög tregur til að ræða mikið við mennum það. Já, þú ert að fjarlæga Sjálfstæðisflokkinn? Nei, ég segja það, ég segja fjarlæga alltaf neitt, en hann þarf auðvitað að fá okkur sjálfstraust. Það ætlar á árangri. Já, klart. Það er bara klart, sko. Já. En ég meina ef Sjálfstæðisflokkur nær góðan listan með Reykjavíkurbók, því að Hildur hefur ýmsa kosti og ef hún fær öflugt fólk með sér, þá getur þessi Sjálfstæðisflokkur rúlla upp þessu kostningu. Já. Að mínu viti. Og jafnvel þó að miðflokkurinn fái góða kostningu líka, sko. Já. Þeir eru nú eftir að tilkynna hver mæti fyrir það? Já. Það verður að vera eitthvað negla? Já. Það eru miklu vinni miðflokkurinn líka, sko. Það er ekkert vandamál. Við náum mjög vel saman margt. Já, trúið því. Og við Sigga voru nú oft svolítið sér í Sjálfstæðisflokki. Það ekki? Já, Sigga er geggjuð. Sjálfstæðisflokkur bara að missa svo mikið að góðu fólki, sko, það er leiðilegt. Henni var hent út á Hafsauga. Ég var nú bara hent í fjöruna, sko. En ég held að það hafi skaðað Sjálfstæðisflokkinn að missa okkur.
sérstaklega hana. Líka bara velgert hjá henni að mæta fyrir miðflokkin og gefa þeim Já, ég skamma hann ekkert fyrir það, hún mátti bara gera það. Nei, ekki vildi sjálfstæðisflokkur. Nei, ekki vildi sjálfstæðisflokkur, okkur mátti hún ekki fara þangað. Já, einmitt. Ég geti svo sem alveg sagt það sama, sko. Já, nákvæmlega. Hvaða ráðherra myndir þú velja sem meðspilara í Bridge? Þessi er góð. Hvaða ráðherra sem núna? Já. Ég bara efast var nokkuð með þeirra kunni Bridge, sko. Allir myndi ekki bara velja Kristrúnu, ég það nú aðeins að ná að spjalla. Ég hef einu sinni talað við hana, við hittust í Herjólfi. Það var bara mjög skemmtilegt samtal. Já. Og ég upplýði nú ekki mikla samfélkingakonu í þeirri samtali, en ég held hún sé svona, ég meina það var bara mjög gott samtal og svona kvik kona og en ég held að það sé bara alveg vonarslokki, sko. Já. Því miður, þó að það sé einhvern veginn hvíla á herðunum með því, sko. En svo er búin að gera vel. Já, hún er gert vel, ég meina orðræðan er bara mjög góð. Vandamálið það kemur að því að gera það sem sagt er. Já. Og ég meina, ég veit að vinstri hlutin í sko, samfélkingunni býður eftir hún sko, mistiði sig. Já. Og þú finnur þetta leið og bara það hún skildi segja þetta, hún geti tekið undir sumt í miðflokknum í útlendingamálum. Þá ristuð upp afturfættina, sko. Já. Bróðir Dags B og fleiri. Já, og þetta kemur allt saman hérna, sko, og þegar þau finna að einhverju vinstri áherslum eru bara úti hjá henni, þá bara býrðu til möguleika á nýjum flokki sem verður vinstra með samfélkinguna. Já. Það stefnir alveg í það í mínu viti. Já. Og þá missir hún hluta á þessu samfélkingafólki. Það er þarna flokkurinn og sönnu að vinstra voru. Já, það er bara eitthvað. Hvað er gamla alþjóðbandalafólki? Eða VG-fólki, alþjóðbandala, þetta var alltaf. Það er alltaf, sko, eftir að kóngurinn Gunnar Smári fór á sósíaldaflokknum, þá var hann bara farinn líka. Já, það er alltaf bara fólk sem alveg gjössan á því máa, sko. En það er til auðvitað eitthvað svona VG-menn sem alvöru fólk, sko. Já. En ofsalega mikli vinstri menn, sko. Þeir geta auðvitað í samfélkingunni og þeir fóru þar í upphafi og þegar átt að sameina þessa flokka. En ég held að það sé mjög þungt í þeim núna gagvað Kristrúnu, sko. Já, klart. Ég er ekki nokkru vaf það og kannski menn viðurkenna það ekki. En það var erfitt að vera með einhver lætið með hún heldur fylginu. Já, hún gerir þetta vel. Já, henni hefur tekist að halda lokinu á pottinum hingað til. Já, eins og segir. Þó að sjóði. Já, undir niðri. Þú vilt menna að krauma með þessa kosti? Já, Brynjar að segja. Já, ég menna að krauma bara eftir hvernig hann fór með dag. Já. En bara býða eftir tækifærin. Ég menna að hún hendi bara Helgufuru ást með minni út. Já. Og hún sá bara sang sínu upprætta og fór. Oddný Harðardóttir alltaf vinstri hópurinn í þessu sem er ansi stór, sko. Já. Og auka leikardæmi með dag og Já, ég meina, ég held að þetta verði bara mjög erfitt þegar ég held svona kæmir ekki óvart í nánustu framtíð að vinstri helmingur fer út úr samfélkingunni hluti að Viðreisn frá að frekar inn og Viðreisn hverfi. Já. Þið finnst það líklega að Viðreisn fer aftur inn í Sjálfstæðisflokkinn? Já, ég held að kannski fara einhverjir. Já. En ég held að Viðreisn hverfi. Já. En það held ég hún eigi ekkert erindi. En þeir eru með glæsilega borgarfulltrúa núna? Ég fullt að fínu fólki þarna. Ég meina, þegar svona margir flokkar og þú getur bara handvalið nánast menn hvernig þú vilt, þá er það plattform sem við öflugt fólk að ég sé þetta á ég möguleika. Erfiðar að gera það í Sjálfstæðisflokknum svona stóra flokki og flokknum flokki óbúslega þungt regluverk í kringum allt, sko. Og þannig að bara öflugt fólk bara eins og bara viljum fer í framsókn. Það fer hann bara plattform. Viljum er ekki framsókn bara frekar en ég, sko. Nei. Það er mín skoðun. Ég held að hann er bara í grunninn venjulegur sjálfstæðismaður, sko. Já. Skautum við líka fram með því, þetta er búið að vera geðveikt. Gerði Gulli rétt að fara ekki á móti Hildi? Ég get bara ekki svarað því. Nei. Ég er alveg viss það að Gulli eigi eitthvað persónulegt fylgi
margra í efri byggðum sem Hildur hefur ekki, sem væri tilbúið að kjósa sjálfstæðisflokkinn ef Gulli væri þarna. Einmitt. En svo á móti kemur, þá setur með því að fara í frambúð, þá kannski setur svona vesinn innan flokksins sem hann hefur viljað forða sér frá. Kannski fullt seinna, það gefur þá ekki öðrum kost á að þetta takast ákvörðun fyrr. En þetta veistu aldrei svona hvað hefur verið best. En eftir svona samtöl mér við Hildi, þá erum bara miklu öflugur heldur en ég held í raun og veru. Sko. Já, klart. Það maður halda áfram í riddaraspurningunum í bland við almennar. Þetta var nafnleindur sem að fekk að fara á undan í röðinni því að hann svo diggur hlustandi. Já, okkar maður þökkum honum fyrir framlegið. Riddaraspurningarnar auðvitað lengjan. Já, allir að setja á, ekki setja á Tottenham reyndar. Nefnum að vilja tapa penning, sko. Einhverjum sem vilja kaupa lágt. Já, mögulega. Já, við erum að skoða. Fá ábyggilega fína stuðul og þá vita það líka eftir við bækjum íslensku íþróttalifi. Ef eitthvað klikkar. Ég har bara ekki að slær og svo erum við Subway. Hver er þinn uppáhaldsbátur, Brynjar? Ferðu stundum á Subway? Nei. En áttu þér uppáhaldsbát? Við erum búin að vera kaldir í Subway, gestunum. Ég bara veit ekki hvað þessi bátar heita. Einhvern tímann keypti ég svona tvisvar á ævinni keypt svona bát. Já. Og tvisvar á ævinni sem fara að hlulla bát og ég er ekki mikill bátamæður, sko. Ég heyri það. Birgir, hver er þinn uppáhalds Subway bátur? Það er ítalsku BMT. Já, það er ítalsku BMT. Þetta er bara orð sem við keypt nefn, sko. Þetta er bara útlenska. Frumeri, þú heirt það? Frumherji, ég farið með bílinn í skoðu. Já, er það ekki? Hver einasta ári. Já, það var á hverju ári. Núna, ef maður farin á bíllegubíl, sko, og það er svona eina leiðilega að maður fá ekki að kíkja á strákana í Frumherja, sko. Já, ég veit það. Það er leiðilegt, sko. En ég kíkja ofta á það samt, sko. Já, og áður nú koma riddaraspurningum þá er þetta David Jones, en við vorum að fá 2 nýja tegundir. Já, ananasbragð þarna og svo rautt og svart, svona lakkri skalli dæmi, helviti gott. Þetta er S-merkið, útrúlegir að kokkan í að bræðtundur á dölnar og hrikalega gott í gólpóka núna í hermin eða bara sem viðbytt í íþróttunum eða í svefnurbyggi. Já, eða. Hvor er betri borgarstjóri? Dabbi eða Ólafur Thors? Spyr Starkaður Pétursson. Starki. Þessi góð. Var Ólafur Thors borgarstjóri? Er ég á Starkaður riðugang? Er hann að klikka á heimaun eða? Sko, Ólafur Thors var alltaf formaður flokksins sko lengst. Hann dó þegar ég var 4 ára, þannig að ég veit nú ekki hversu góður hann var. En Davíð var alveg magnaður borgarstjóri. Já. Hann bara reif þessa borg algjörlega. Já, við byggjum Starkaðum að fara aðeins betur í sögubækurnar en það er Davíð sem fær vinningin hana. Var hann borgarstjóri? Já, hann sko er eiginlega sjálfkjörinn úr því að mér sýnist svona á ævi ágripinu að hann ekki hafa... Ég held að hann hef aldrei verið borgarstjóri, ég man ekki eftir því. Það er nú bara synd. Þannig að þetta hlýtur að vera Davíð eða hvað, Brynjar? En Davíð Oddsson var frábær borgarstjóri. Hann var ábúðslaflug, ég gleymi aldrei, ég var bara, hann var borgarstjóri, ekki verið kannski svona áraðum, einhvern tímann eftir 82, og þá var hann í útvarpi. Þá sem sagt fer hann í bara í útvars og menn fengar hringi inn og spurja svona einhver borgar. Hann vissi einhvern einasta hól í þessari borg, þekkti hverja einustu frá hraðahindrun, þekkti allt sem var að gerast í borginni. Það var alveg magnað að hlusta á mannin. Hann vissi allt hvað var að gerast. Já. Geðvikt. Ef þú hlustar á viðtalið í gær á Silfrinu, þá vissi borgarstjóri Reykjavík ekki neitt hvað var að gera. Sko. Nei. Þannig að, þetta er svona flóknari kerfi í dag, en hann var maður einfaldleika, sko. Davíð, sko. Hann fekk bara til sín á fundu hverju viku, borgarreddara, borgarverkfræðing og borgarlögmann, og bara farið yfir allt sem var alltaf að gera, og hvað ætlum að gera, og taka ákvarðanir, og svo var ég bara framfylgt. Það var bara, veist, svona var borginni stjórna, sko. Svo bara sáu þeir hverjum sitt svið og létu framkvæma það sem þetta gera, sko. Og mjög skilvirt. Menn voru þetta með þeirra pólitík og þeir hugsaðu bara góðir úrsvarsgreiðendur er besta fyrir borgin. Bara lóðir, allir fengur lóðir og allt skipulagt og ekkert vandamál. Allir gáttu byggt yfir sig eða ekki. Unga fólki, sérstaklega geislur undan mér,
eða svona, veist, ég var náttúrulega bara rétt 20 þegar þetta sko. En svona unga fólki, þessum kannski aðeins eldri ég, þeir flesti búin bara að kaupa sér íbúð rétt rúmlega 20 sko. Já. Það var kannski kjallarahóla og svo var stuðið upp og eitthvað svona. En menn gáttu stofnað fjölskyldu og það var ekki svona flókið líf. Það menn voru ekki að skipuleggja barnaafmælið þá sko. Nei, kannski þeir fólu öðrum það. Já, fólu þannig sjálfum. Vopni Björnsson spyr, Sjálfstæðisflokkurinn að fjara út eftir að gömlu kempurnar drógu sig í hlé? Ber Bjarni ábyrgð á því að... Þetta eru tótið margar spurningar hjá honum. Já. Veldu bara eitthvað góða. Já, sko... Já, ég segi bara, ber Bjarni ábyrgð á því hvernig komið fyrir flokknum með samstarfið afki? Nei, þetta gerist auðvitað, sko, Viðreisn eru til áður. Við flokkurinn, veist, málið bara það að menn stofna bara 2 aðra flokka sem máttu að vera til hægri. Og þá sjálfgrefa kroppast eitthvað í. En það bara, ég leita á suma sem sigra sem varnarsigra við aðstæður. Eins og kosningan 2016. Eða 16. Og nei, mér fannst hann óbúðslega öflugur, hann Bjarni. En aðstæður bara samfélagið eru svolítið breyttar og svo fannst mér auðvitað, við heldur ekki tala nógu skýrt. Við getum alveg lagt eitthvað ábyrgð á hann í því, sko. En ég bara er að segja það eftir að vinni þarna 60 eitthvað öðrum, sko. Ég fannst hann algjör yfirbrandur. Já, sammála því. Að vinna með, snöggur átt að sé á hlutunum. Óbúslega klár maður, sko. Og kraftmikill. En einhvern veginn fór hann einhvern veginn svona að reyna nútíma að vaða sig einhvern veginn eða flokkinn. Já. Og kannski eðlilega. Eðlilega svona með aðstæður og menn mátu þetta bara svo. En einhvern veginn fjaraði kjarkurinn svolítið út, fannst mér. Og hann lét, að mér finnst marga hafa mikið áhrif á sig. Þeir verði við það. Já. Bara svo ég alveg sinskil. Já. Ágúst Bjarni spyr, hvort Sofía meira til í Brynjar Níelsson fyrir púrtvinstamp eða eftir púrtvinstamp? Já, hún suða svolítið í mér. Það er að bóða svolítið forföll, en púrtvinni er gaglegt, sko, í þessu. Einar Magnússon, þetta er einfalt frá honum, geggjað að fá að heyra í þessum meistara. Það voru skilabóð frekar en spurning. Já, hann var bara rósa. Það voru skilabóð. Haraldur Franklin er næstur, einn af bestu golfurinn landsins, eða ekki? Bestu golfurum, jú, og er núna að keppa DP World Tour mótaröðinni erlendis. Hann er Haraldur Franklin. Já, hann var í skóla með sinni mínum. Já, og hann spyr, er hann búin að kaupa sér rafhlaupahjól? Nei, ekki enn. Nei, ég mun ekki gera það, ég fæ það ekki. Ég er alltaf á leiðin að kaupa með rafhjól. Ok. Á hvað tegum spilar golf? Spyr hann einnig? Ég hef nú spilað á gulum, en ég er svona að færa mig yfir á rauða. Já. Nú hafa vinstri menn stofnað, þetta er ekki frá haldi lengur, nú hafa vinstri menn stofnað samtökin til vinstri við ESB. Einn eru samtökin heimsýn starfandi gegn ESB-aðild. Ættu vinstri og hægri menn að geta saminast í slíkri málefnavinu? Ég held að sé alveg á sikkur og forsendum sem menn eru þarna. Sko, gamla vinstri er náttúrulega bara, ég skil ekki að hvað það ennþá til, sko. En þeir eru bara að heimsækja Norður Kóreu, sko. Svo einn að þeim gerði, sko. Það er þessi hópur, sko, sem er örugglega á móti þessu, sko. Ég var enga samlið með þessu fólki, ágæta fólki, sko, sem trúir ennþá á þessa vitleysu, sko. Að gera einhverju þjóðgagn eða bæti kjör nokkurs mann, sko. Ég bara verið það algjörlega hulir ágóta að menn skuli ennþá verið í þessu, sko. En einhver hluta vegna er það þannig. En svona er nú frjálsa samfélagi, það leifir öllum að vera til. Þorvaldur hjá David Jones spyr, ættum við að efla samstarf okkar við bandarísk stjórnvöld? Já, ég tel það bara mjög mikilvægt. Menn var átt að sé hvað, sko, stöðu Bandaríkin eru, sko. Og það er nú betra að vera í góðu sambandi við þá, sko. Og við erum alltaf með varnarsamning við þá. Og sem er held að sé afar mikilvægur.
þó að þessi heilu samtökin þess að berja skegg þeim samningi en ég meina það þannig séð engin eiland í þessu öryggismálum sko. Og ég held þessi voðalega gott að ég held að þessi mikill fælingamáttu fyrir einhverja skrýtna þjóðir að ráðast á okkur þegar við erum í sambandi við Bandaríkjamenn. Og ég meina Bandaríkjamenn, sko, ég auðvitað mikill Evrópumæður í sjálf sig, ég bara elska svolítið Evrópu, mér er svo gaman að koma ánga. Evrópusinni. Ég þannig sé Evrópusinni, já, og en einhvern veginn hefur bara Evrópa einhvern veginn algjörlega mist einhvern veginn fótana í sinni vinstri mennsku sem einhvern veginn verið ráðandi afl í Evrópu. Og ég hef alltaf sagt, sko, ef vinstri menn stjórna nógu lengi í einu, sko, þá hrynur allt. Já. Og það það sem farið að gerast. Og ég held að menn séu átt að segja, það ekki skrítið að einhver Meloni og Viktor Orbán og í Gríklandi séu bara alvöru hægri menn, sem menn tala alltaf öfga hægri menn og eitthvað svona, þeir eru bara fínir lýðræði sinnar og eru bara í kosningum og ekki breytt neinu þannig nema bara innleitt bara hægri stefnu í atvinnulífinu. Og endaði bara mestu uppgangur í þessum löndum. Já. Bara alvöru hægri menn sem stjórnaðar. Meloni er bara ekki fyrsti fórstarráðan bara á stríðslokku sem tolli meir en 2 ár. Og ég meina hún bara nennir þessu bullshit ekki lengur. Segir bara hlutinni sem þeir eru og við erum bara að reyna að auka verðmæti, við erum að hugsa þessa þjóð og hagsmuni þessara þjóðar og árangur lætur ekki alls standa. Nei. Þetta sem við þurfum að gera líka. Já. Það ekki öfgamann, ég veit ekki frekar en hvað þessi Meloni, þetta bara venjulega kona. Sko. Afina var eitthvað, kommunisti, sko. Eins og Mussolini var, sko. Hann líka einn af þessum öfga hægrimönnum, sko. Hann kemur úr Íslands kommunistaflokk. Þetta allt svona, sko. Óli Malli spyr, ekki komið tíma að Brynjar fara að klæða sig eins og Vili vil? Nei. Það ekki enn komið tíma það? Sko, menn þurfa að klæða sig eftir aldri, sko. Menn þetta ekki klæða sig alltaf eitthvað furðuveru, sko. Og það bara hlegið að því þó að mönnum finnst það smart, sko. Og held ég að menn hlægi bara minna mínum fárálegu fötum sem ég í alltaf, sko. Sem bara er svo gammalt sveita lúði, sko. Nei, það mun aldrei verða. Ég mun aldrei ganga með sundgleru og eitthvað. Helgi Steinn spyr hvað leikþáttur er það að vera svaka hægri maður en vera alltaf í sama woke forræðishyggjuflokki? Ég er að reyna að koma vókinu alveg út þarna. Það er að því að stefnan er svo góð. En vissulega hefur við, ég segi nú ekki að sjálfstæðarflokkur hafi verið vókflokkur. Þeir hafa ekki staðið nógu sterkir, sko, gegn því, sko. Þeir hafa ekki verið þannig að tala fyrir vóki. Þeir hafa ekki þórað einhvern veginn að fara almennilega á móti þessu, sem hifflokkur bara tók. Ég haf búin að berja vókinu, sko, áður en ég byrjaði á þingi, sko. Og og þannig að kannski er ég fyrsti miðflokksmaðurinn, ég veit það ekki. Já. Loka spurningin, þetta er búið að vera frábært, maður svona eiginlega vonar að hann verði ekki dómari svo hann getur mætt oftar til okkar, sko, en auðvitað vonum við að það gangi allt vel, en þetta eru 2 spurningar og það eru stuttar, hver verður borgarstjóri Reykjavíkur í vor og hver er þinn kandidat sem næsti formaður Sjálfstæðisflokksins þegar að Guðrún ákveður að hætta? Ef við byrjum á seinspurningunni að ef Guðrún ákveður að hætta þá held ég að það er þá annarkvort Guðlaugur Þór eða einhver utanaðkomandi. Það er svona mín kenning. Já. Sko, Guðlaugur Þór er ótrúlega maður, sko, ótrúlega öflugur maður í raun, sko. Mikill fætir, sko. Já. Og ekki vilja að fara í fæt samt upp á síkasti? Nei, þó ég hafi oft skammað þegar maður ráður og svona og þá er hann svolítið svona næmur á umhverfið, sko og er mjög vinnusamur og pælir hlutunum, sko, hann er mjög öflugur að mörgu leyti. Kannski er hann ekki allra, veist, hann meina
það er mótónum inn í flokknum og svo er mikil stuðningur við hann hjá öðrum. Svo ef það menn vilja losna við þann ófríð og Gulli fer ekkert í þetta og sem getur vel verið, bara Gulli segir ég er alltaf skammaður ef ég fer eitthvað fram að það er alltaf ófríður ég ger eitthvað en ekki þegar hinn ger eitthvað og maður stíli því hjá hann en þá getur vel verið þessi bestir flokkin að fá bara eitthvað auðvitað sem Ertu með eitthvað nöfn þar fyrir okkur eða? Já, ég hef verið skotin í 3. Ok. Það 2 kallar og 1 kona Já. sem ég get alveg séð fyrir mig sem ég öfluga leiðtoga. Það er Halldór Benjamín. Já. Heiðrún Lind og Heiðar. Heiðar Guðjóns. Já. Vá, þetta er listið maður. Ef þú hlustar á þetta fólk, þú ert ekki endilega að sammála alltaf öllu sem þau segja. Þá finnur hvað þetta er öflugt fólk, Það segir ekki út í lofti, Þú veist, þetta er bara alvöru svona leiðtoga sem gætu alveg leitt svona flokkun sjálfstæðarflokki en þá þurfa þau að vera tilbúin að fara í pólitík og sem kallar á árásir og alls konar leiðindi heldur betur og ég er til mér fegin að ég fór ekki í pólitík fyrir sinni minn og fullótni ég er ekki sem ég hef búið upp á það þegar voru í grunnskóla Nei. En samt er svo gaman þú er búin að vera á þingi og svona þjóna að hitta fólk Já. Ég ekki að fólk sem er ekki endla samáður allt og hafa gaman af fólki tala við fólk, hafa gaman af fólki hitta fólk, leifa þið aðeins að nöldra og segja hvað átvittlaus og það er bara fínt og ég bara ef ég bara löngu eftir hætti í pólitík og ég bara er að ganga einhvers staðar þá kemur bara fólk sem spjalla við mig mætti mér segja konu í Hagkaup bara í Krílunum sem bara segir bara, þú svo yndislega maður, ég ætla að fá að gefa þessa gjöf hún tók upp úr vasanum bara gjöf innpakka jólagjöf og Var hún að sitja þig? Nei, hún er sennilega að spotta með einhvers staðar og hún var alveg bara og þú svona hittir svona fólk og oftast bara eftir að fá mjög mikið klapp á baki og ég meina meira segja því að var hættur og komin í svona starf þar sem mátti ekki vera mikið þá voru svona einhverju hópar, einhverju vinnuhópar hvort ég geti komið hérna í kaffitímanum eða þarna og tala við fólkið það vil fá að spyrja þig og ræða við þig ég ger þetta bara tek ekki fyrir þetta bara hittir fólk og það er tekin umræða og farið yfir málin það er mjög gaman og það er svona gaman að þjóna fólki í raun og veru þó að þú fáið svolítið skítið við alltaf en svona merkilega sem ég fæ núna þegar ef við erum saman í hjónin og ganga þá kemur fólk bara á og spyr konan, ert þú Sofía? Já, þú er búin að gera hana fræga Já, ég er búin að gera hana fræga undir röngu nafni og Já, hún heitir þetta ekki Sofía Nei, ég tók alveg hennar personu út bjó bara til nýja sem ég kallaði Sofíu og fólk hefur orðið mjög áhugasamt þessa Sofíu og við förum einhvern út og ert þú Sofía? Þannig að ég er bara gaman af fólki ég er bara óbúslega gaman að hitta fólk og spjalla og fara svona yfir málin og eina skiptið fólk er bara eitthvað mjög reitt skilur en öllum mínu ferli er bara tvislænt í því fólk er mjög reitt og það er þá alltaf einhverju veitingasta eitthvað svona sem áfengi eftir hönd Hefur það lent illa í því þannig? Nei, ég fekk tvisvar svona skvettu við mig alveg bara út på rengu ég var eitthvað andfeminískur En klæðið að fara í pólitíkin aftur? Nei, það klæðir ekki Nei. Það er mennur að reyna að fá mig samt í pólitíkin ég er ekki að leina því Nei. og ég er svona verið frekar neikvæður gafkvæð fólkinu í því ég er nú neikvæður maður það er í svari og eiginlega gefið þeim svona nokkurn veginn þannig að ég var eiginlega ekki tilbúin í það og fólk er ekkert að gefast upp Nei. En Hildur Björns verður borgarstjóri eða ekki? Eða ekki bara vona það? Jó, ég meina ef borgarbú ætlar að kjósa einhvern annan borgarstjóra
Verðið með góður? Ég meina fólk bara hefur rétt á því þetta hefur bara snýst það að hvað fólk er traust til hverja og svona en ef þið gerir það einu sinni enn og allt síðan að kvart yfir öllu því sama bara áfram með hvort en kjósa alltaf sama hætti það bara hvart segið bara, við viljum borgin eins og hún er núna við viljum bara leikskóla, nómanna heilla við viljum bara lélega grunnskóla og við viljum hafa öll húsið miklu segið það bara Þannig viljum hafa þetta en ég meina ef þú vilt það ekki, þá verður þetta bara að kjósa sjálfstæðisflokki eða miðflokki Brynjar Níelsson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna ég vona að sé ekki jafn langt þangað til við hittum þið næst Takk fyrir kvöldi